Já, velkomin á Rauða borðinu á miðvikudagskvöldi. Það er margt í þættinum í kvöld. Hérna í lokin ætlum við að fara til Eþíópíu, allavega í huganum, í samtali. Það kemur hingað Brynjólfur Þorvarðarson sem að býr þar. Það er staddur í Íslandi núna og hann ætlar að segja okkur frá gleymdu stríði sem að þar er háð. Síðan tölum við Bjarna Jónsson sem er rafmagnsverkfræðingur orkukreppuna í Evrópu og kannski sérstaklega stöðun í Noregi þar sem eru mikil átök meðal annars skoðana systkina Bjarna en hann var í orkunni okkar og barðist gegn þriðja orkupakkanum hérna á Íslandi og eins og margir sem að háðu þá baráttu gæti hann sagt svona í dag að ég tóldi svo að því að það er eiginlega að koma í ljós í Evrópu annmarkarnir af orkustefnu Evrópusambandsins. Hún Viktoría Baksína kemur hérna á eftir og við ætlum að tala tvennt við hana. Fyrst og fremst Rússland, af því að þar eru mikil tíðindi og öll slæm sem að koma þessa tímana bara. En ég ætla líka að ræða við hana kröfugerð innflytjenda á Íslandi sem að vilja fá ríkisborgararétt fyrir þá þægilegir reglur varðandi úthlutun kennitölu og annað slíkt. Og svo höldum við áfram umfjöllun okkar leikskólana sem eru í kreppu og vanda á Íslandi. Hún kemur hérna bara þegar við búin að fara yfir fréttayfirlitið, hún Guðrún Alda Harðardóttir sem við getum kallað bara leikskóla frömus og ég ætla að spyrja hana svona hvernig leikskólanir ættu að vera. En eins og annarlega byrjum við á fréttum dagsins með Karli Hérni. Hvað segir þú, Karl? Ýmislegt að frétta í dag. Samfylkingin til dæmis lagði fram þingsályktunartillögu á Alþingi samstöðu aðgerðir, eins og þau segja, til að verja tekjulegri hópa, ungt fólk og barnafjölskyldur fyrir áhrifum verðbólgunnar. Þau með þessum aðgerðum vilja draga á greiðslubyrði vegna húsnæðiskostnaðar og sporna gegn þenslu. Þau leggja til að verði lögfest leigubremsa danskri fyrirmynd þar sem að takmörkun verður sett á hækkun leigu. Að vaxtabótakerfið verði breytt og svo það styðji betur við lágtekju og millitekju heimili og þau vilja styrkja barnabótakerfið og hækka skerðingamörk. Þannig þetta er svona pakki svipað og ríkisstjórnir í Evrópu hafa verið að setja frá sér. Já, svona almenn skynsemi kannski. Já, kannski meiri áherslu á húsnæðismarkaðinn hér sem er eiginlega okkar orkukreppa. Já, og það samsvarar einmitt aðstöðunum hér. Þau vilja líka með aðgerðunum taka á því að launatekjur séu ranglega taldar sem fjármagnstekjur og innleiða tímabundna hvalrekaskatta eins og við erum einmitt. Þú verður ekki að hvalrekaskatta á hvað? Útgerðina og hverja? Útgerð, banka? Já, ég las það reyndar ekki alveg nákvæmlega. Það átti eftir að skoða þingsályktunartillöguna til nákvæmlega. Kristrún kemur hérna í helgispjall á föstudaginn. Spennandi. Ég skal muna að spyrja hann þetta. Mér lakar til að heyra, því að þetta eru aðgerðir sem ætti að vera búið að gera. Svo var Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, hún var að furða sig á því að Bjarni Benediktsson var að skipta sér af máli sem snýr að rannsókn lögreglu á 4 blaðamönnum. Afstaða hans, segir hún, stendur enga skoðun. Þannig finnst bara mjög skrítið hvernig hann er að koma sér inn í þessi mál. Smá eins og hann viti eitthvað það eða eitthvað svoleiðis. Hann telur sig þurfa, ég veit ekki hvað, samherja fyrir athugunum blaðamanna. Hann alltaf segir að hann standi með lögunum í liði, sko. Hann sé ekki með henni með liði nema lögunum, sko. En ég meina, það er nú ekki alveg rétt ef að... Tjáði sig þarna í vor eða hvernig sem að þetta kom í ljós að blaðamennirnir hefðu stöðu grunara og sagði hann eitthvað svoleiðis að þeir ætti ekki að vera að væla sem er skrítið vegna þess að blaðamenn eru verndaðir. Algjörlega, skýr lög það að þeir eru verndaðir fyrir svona þegar þeir eru að koma og miðla upplýsingum til okkar sem varða almannahagsmuni. Þannig að þetta virðist vera nokkuð skýrt. Ég veit ekki hvað Bjarni er að tala. Gott ég Sigurdók að skamma Bjarna. Já, en svo var Erla Bolladóttir, hún hélt blaðamannafund í dag. Hún sagðist, hún ætlar að halda áfram að berjast fyrir réttlæti í þessu máli þegar kemur að henni. En hún sagði líka frá því að henni, og þetta hefur komið í ljós áður, en hérna útlistaðan, sko, hún segir að henni hefði verið nauðgað í gæsluvarðhaldi 1974 held ég hafi verið af Sigurbirni Víði lögreglumanni sem er einmitt yfir held ég þessi maður hérna. Það var eitt athyglisvert í þessum fréttum að mynd af honum birtist víða í fjölmiðlum sem er svolítið athyglisvert af því að hún er að saka hann að hafa nauðgað sér og þá birt mynd af honum sama tíma.
En hún hafði þetta, ég held að hún komið fram áður, hún segir það að hún hafi kært þetta fyrir og þessu hafi verið vísa frá að þetta var fínt og svona vangavelta sem að maður getur haft sko kemur ásökunin einhverjum á óvart að lögreglumaður hafi nauðgað ungri konu í gæsluvarðhaldi fyrir 1980 raunverulega ekki sko. Það ætti ekki að koma mikið á óvart en ég veit ekki hvernig þetta rannsaka þetta. Nei, svona gamlan atburð, þetta mjög snúið en maður bara vonar einhvern veginn það má kannski rannsaka allra minnst að mætti taka upp málið. Já, það mætti athuga hvernig var tekið á því þegar hún lagði inn kæruna. Það var ekkert að rannsaka það einmitt, það er eitthvað sem var hægt að gera, skoða verkferlana á svona. Svo var svolítið hvað maður að segja, skemmtileg grein í Viðskiptablaðinu, að það er Óðinn sem er sem sagt dulnefni óþekkt spislahöfundar hjá Viðskiptablaðinu. Þeir eiga heimsmet held ég í stálkomundu dulnefni. Þeir eru með Óðinn, þeir eru með Tí, þeir eru með Huginn og Munin. Þeir eru bara líklega allt sömu einstaklingar annað bak við. Líklega allt sami maður sem skrifað það saman. Já, en hann Óðinn sem sagt var að gagnrýna Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra harðlega fyrir hallann á ríkissjóði. Þeir nota þessa dálku yfirleitt til þess að skamma Sólveigu Önnu og þá sem eru að berjast gegn auðvaldinu, en nú eru þeir byrjað að berja á Bjarna. Já, þeir segja þessi halli sé bara alveg óboðlegur og engar raunhæfar aðgerðir sé í gangi hjá Sjálfstæðisflokknum með áherslur sem að snúa að því að spara í ríkisrekstri og þeir meira segja í lok greinarinnar að leggja til að það ætti kannski að stofna nýjan hægri flokk hérna á Íslandi sem að stendur raunverulega fyrir hvað maður að segja hallalausum ríkisrekstri og þá væntanlega með stórfelldum niðurskurði. Já. Ég er fylgjandi hallalausum ríkisrekstri. Já. En ég held að tillögur Viðskiptablaðsins eru aðrar. Ég held að þeir séu að leggja til að þessu verður bara skorið niður. Sem er eitthvað félagslegt stórslys bara. Já, og þeir eru að benda á að sko hallin sé meiri eða heldur en að Bjarni gefur þetta kynna og ég held að séu að tala allt upp í 130 milljarða. Þannig að þeir eru raunverulega að leggja til þess að opinber þjónusta verði skorin 130 milljarða. Já, ekki vilja hækka skatta meira. Nei, sem að hins vegar væri alveg hægt að gera. Ef að við skoðum skattalækkanir sem hafa verið á fyrirtækju og fjármagni svona undanfarna áratugi, að þá hleypur það á tugum og hundruðum milljarða sko. Þetta stoppa upp í gatið og það verður þetta að lækka skatta á lágtekjufólki og það verður þetta að setja innspýtingu inn í heilbrigðiskerfið fyrir þá peninga og það er ástæðan að þessu vöntun á þessu peningum er ástæða fyrir stöðunni sem við erum í dag. En hallarekstur, þar sem ekki hefur verið að nota hallan til þess að fjármagna einhverjar nýframkvæmdir eða annars sem að bætir samfélagi til lengri tíma er glórulaus. Það er bara, ég held að vaxtagjöldin séu þriðji stærstu útgjaldarliðurinn núna og stefnir í að vera bara enn hærri. Þannig að það að reka halla án þess að vera að gera neitt sérstakt, vegna þess að þú bara neitaðir að sækja tekjurnar, það er bara fráleitt. Mjög slæmt og dýrt til lengri tíma. Já, ég held að þessu fleiri sem að vilja skamma Bjarna heldur en Viðskiptablaðið. Þetta Viðskiptablaðið sé að lemja frá hægri, að þetta sé margir sem að myndu vilja lemja frá vinstri. Vissulega, algjörlega. Sko. Þetta er bara alveg glórulaust, sko. Það sé ekki verið að ná í þessa peninga sem er hægt að ná í. Að þeir fái endalaust að skattaafslátta efstu þrepin hérna. Og eins og þú sýndir okkur daginn að það verður þetta líka efsta bara 1 eða 2% sem er búin að vera að græða mest á þessum skatta. Og ef það væri klofið þá er það 0,1%. Þetta eru svona 300 manns á Íslandi sem hafa eiginlega unnu í heppardrætti nýfrjálsíkjárana. Þannig að við segjum við Óðinn að frekar til að jafna við hallana þá þyrfti Nei, leifum bara Óðinni að skamma að sækja peningana það sem þeir eru. Það er gott hjá Óðinni að skamma Bjarna frá hægri. Já. En annaði fréttum var að þjóðarhöllin virðist verið í óvissu þrátt fyrir það er Bjarni var líka, Bjarni slóa það. Hann kom með þetta sem sagt. Þetta er mynd frá núna í maí þegar það kom sameiginleg fréttatilkynning frá forsætisráðuneyti, mennta- og barnamálaráðuneyti og Reykjavíkurborg í maí einmitt. Og þau töluðu þar að framkvæmdum á þjóðarhöllinni myndi ljúka 2025. Já, þetta er korter í kosningar í sveitarstjórnum. Korter í kosningar. Dagur að segja Reykjingum, hann sé að redda þjóðarhöllinni og Ásmundur Einar að segja að Framsóknarflokkurinn í Reykjavík séu sama sinnis. En það er ekkert að marka þetta. Greinilega ekki, að því að Bjarni segir í gæri viðtali að það sé ekki komið neitt samkomulag hverjir er að byggja og hvernig eignarhaldið á að dreifast og hverjir er að reka þetta. Þannig að það virðist vera að verkefni sé bara valla komið á byrjunastig. Ef við fáum að sjá þessa mynd aftur,
þá held ég að það sé þannig að ef þið sjáið mynd af ráðherra eða borgarstjóra eða einhverjum pólitíkus út í móa með svona borð og penna að skrifa undir eitthvað, þá hann ekki að segja satt. Nei, Ég held að það bara gerist ekki, sko. Þetta þegar að vera að líða kosningu, þá hlaupaður með svona borð. Ég held að þetta er svona ráðuneytin og ráðhúsið eigi orðið svona borð sem eru svona undirskriftarborð út í móa. En það er alltaf algjörlega innihaldslaust, svona svipað og loforðið þeirra að öll börn 12 mánaða og eldri fengju leikskólapláss í haust. Sem var líka einmitt kortir í kosningar. Komið ljósa var bara ekkert að marka. Nei, einmitt. Þetta var meira. Bjarni mér segir, sko, það skortir ekki fjármagn, sko, fjármunir alveg til stað. Það segir hann nú stundum. En hann segir að það sé ekki búið að ákveða hver á eigana, hver á að rekana. Hver á að byggja hana? Þannig það vantar ekki fjármagni, það var að leysa þetta fyrst, sem alveg rétt hjá honum, en ég get vissum að þegar væri búið að leysa þetta, þá séu fjármagni til, ég ekki viss um það. Það eru svolítið fréttir lögregluaðgerðir sem voru í dag Í allan dag ekki, eitthvað stærri í Mosfellsbæ. Í Mosfellsbæ og í Kópavogi, þetta komst fyrst til tals vegna þess að það náðist myndband af harkalegri handtöku lögreglunar á einhverjum manni þarna og tilkynning lögreglunar sagði sko að hættu ástandi hafi verið afstýrt. Hættu frá hverju? Það er nefnilega frekar óskýrt. Það er bara ekki sagt. Þetta sé í tengslum við rannsóknir á skipulagðri glæpastarfsemi og víðamiklum vopnalagabrotum. Og þetta er þess að rannsókn sem er á skipulagðri í höndum ríkislögreglustjóra og það embætti gegn því hlutverki að rannsaka öll brot sem snúa landræði broti gegn stjórnskipan ríkisins og æðstu stjórnskipan. Já. Nú, var valdaránstilun í Mosfellsbæ? Það hljómar þannig, ég meina þau eru ekki að segja mikið frá þessu. Nei. En allavega það kemur vonandi betur í ljós bráðlega en líka í þinginu í dag að þá voru þingmenn stjórnarandstöðunar að grilla svolítið Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherrann, fyrir misheppnaða lögregluaðgerð sem var núna helgina sem ótengt. Býst með við, en þá var sérsveitin kölluð fram vegna tilkynningar vopnaðan mann í Kópavoginum, en það reyndist síðan bara að vera börn í kúrikaleik og börnin og foreldrarnir fengu áfallahjálp eftir og þetta er náttúrulega mjög ógnarlegt þegar sérsveitin kemur fullvopnuð og tilbúin og Jón Gunnarsson bendir á að mistök gerist og þar fram til gödunum en Þórunn Sveinbjarnardóttir þingmaður Samfylkingarinnar, hún segir að þetta sé bendi aðeins til dómsgreindarbrest en það er þetta ekki einstakt dæmi. Það er búið að gerast áður þó nokkru sinnum, þannig að kannski þarf eitthvað að skoða þessa verkferla lögreglunar og dómsmálaráðuneytisins hvernig er að hátta þessum málum. Stundum er þetta skondið eins og þetta að vera að handtaka pilta í kúrikaleik. Ég man fyrst þegar Víkingasveitin var til að þá var umsátur utan hús í Karfavogi held ég bara heilan dag og það var maður þar innendir að hótaði að skjóta lögregluna með sturtuhengi. Það tekið sturtuhengi og þóstur með byssu. Og það var bara ástand bara. Já, ástand, þetta var góðkunni ekki lögreglunar, þeir byggustu öllu illa á hann. En þetta var sjónaspil í heilan dag, ógnin af menninu með sturtuhengi, en svo er náttúrulega til hörmulegri viðburður, ég menna Víkingasveitin hefur skotið mann og myrt eða neðan dó upp í Árbæ í svona umsátri. Og þarna í sumar þegar þeir voru að ráðast inn í strætó og að handtaka einhvern ungan strák en svo var þetta ekki rétti strákurinn. Já, eðlilegt að þingið reyni að hafa aðhald á þessu. Akkurat. Það er einunni frétt. Það var hörð gagnrýni í dag á RÚV á frumsýningu söngleiksins sem á himni. Já. Já, þetta er skemmtilegt að segja að þetta fylgjast á samfélagsmiðlum. Það deilur þessa gagnrýni. Ekki allir sammála. Nei. Hún segir sko hún slátrar bara, þetta er bara fyrsta stóra frumsýning vetrarins og RÚV mætir á svæðið og bara slátrar sýningunni. Segir þetta vera eintóma fróðu uppfulla af illa skrifuðum persónum og klísukendri framsetningu. Það er hvorki meira nefnir. Svo gagnrýnir hún líka það að það er ófallaður leikari sem er að leika fallaðan mann. Sem að líka gaman að fylgjast með viðbrögðum leikhús heimsins eins og maður myndi kannski segja. Það sem að ekki eru allir á eitt sáttur það, hvort að Daniel Day-Lewis hafi ekki mátt leika með Left Foot og svo er tekið upp alls konar dæmi líka, innlend dæmi hvernig er. En þetta hún Nína sem er með gagnrýnina, hún kallar þetta held ég að kallar þetta cryptface sem er svona svipað á blackface þegar hvítir menn voru að leika svarta. Það sé sambærilegt þegar ófatlaður leikari er að leika fatlaðan mann á sviðinu, að það sé raunverulega fyrir að hæðast að hann. Þetta er náttúrulega
óvanalegt sjónarhorn og það bara mjög gaman að fylgjast með umræðum þetta. Enda mikil áskorun að velta þessu fyrir sér. Já, akkurat, einmitt. Það hljóta nú að vera til fallaði leikarar einmitt sem að fast í svona hlutverk, en maður veit ekki, maður ekki inn í þessum heim. Já, það til hópur sem hefur verið að vekja athygli á þessu, að það vanti meiri fjölbreytileika upp á svið. Ég man að ég sá einu sinni, það var líka sænskt verk sem að fjallaði innflytjendur í Svíþjóð, þar sem var augljóst að persónurnar áttu að vera innflytjendur frá Norður-Afríku, en það voru allt bara leikið af einhverjum vesturbæingum. Og það bara rýmaði ekki saman, sko. Það umfjöldunarefni passaði ekki við þessar persónur og auðvitað það þannig að ég veit ekki, það allavega hluti áhorfendanna finnst þetta bara skrítið, annarlegt. En leikhúsið náttúrulega alltaf að þykjast. Já, akkurat, grunninn. Í fréttum þetta helst 21. september. Þetta var góðu fréttapakki. Nú ætlum við að fara að heyra önnur mál og við ætlum að byrja á leikskólanum og hún Guðrún Alda Harðardóttir, leikskólafrömuður, kemur hérna eftir augnablik. Já, við höfum fjallað leikskólamálin undanförnum. Við tölum við Hörð Svavarsson, leikskólastjóra og hann Harald Gíslason, já, trommara og formann félags leikskólakennara, hann var í gær og þeir voru að draga fram svona ýmsa ágalla á systeminu. En mér langaði til þess að kannski að byrja á að spyrja því svona hvernig leikskólanir okkar sem við hljótum að líta á sem bara eina mikilvægustu stofnunum samfélagsins, það sem að börnin okkar eru og dvelja lengi. Hvernig ættu þeir að vera? Þeir ættu náttúrulega að það margt sem það kom til þess að þeir væru sem bestir. Fyrsta leið fyrir utan börnin að þá það gott fagfólk sem brennur fyrir starfinu. Þannig að það ekki nóg að þessi fagfólk og það þarf að brenna fyrir starfinu, alveg eins og fréttamaður sem brennur ekki fyrir fréttum, hann ekki góður fréttamaður, skilur. En eitthvað getur brunnið fyrir fréttum og brunnið svo út? Já, nákvæmlega. Og þess vegna þarf starfsmannahópurinn þarf að vera öflugur og það mikil teymisvinna í leikskólum. Mun meiri teymisvinna heldur margur heldur. Og þessi hópur sem vinnur saman, hann þarf að vita hvert hann ætlar að stefna og vera samtaka með það. Og þetta raunin svona ferðalega með börnunum. Þau eru 4 ár í leikskóla og hver dagur skiptir máli. Og það má ekki vera of langur dagur. Það þarf að stytta vinnuviku barna líka, sko. Og getur þú sagt það eitthvað þannig að maður skilji það í mínútum og klukkutímum? Já, barn sem öll 9 tímar langur vinnudagur. Já. En börn vinna alltaf klukkutíma lengur en foreldrarnir, því að foreldrarnir þurfa að fara með börnin á leikskólan og koma sér í vinnu, fara úr vinnu og sækja börnin, þannig að börnin vinna alltaf klukkutíma lengur en foreldrarnir. Já, jafnvel þegar foreldrar eru í fæðingarorlofi. Hæ? Jafnvel þegar foreldrar eru í fæðingarorlofi, að þá lengist tími barna. Þetta bara raunveruleiki. Ég skil ekki. Nei, það ekki nóg. Meinar að þegar foreldrarnir eru ekki í vinnu, að þá eru börnin lengur á... Já, það í gegnum árin að þá hefur verið nokkuð algengt að foreldrar segja nú kom nýtt systkin, þannig að nú þarf Gunna að vera lengur. Og en það er margt sem að gera þetta verkum. Samfélagi það styður ekki nógu vel við barnafjölskyldur. Nei. Og barnafjölskyldur, þær eru eins og aðrir í kapphlaupi.
það að gera allt þetta sem við erum búin að gera þegar börnin eru flóðin og hreyðinu. Það kaupt sér húsnæði sem svakalega dýrt og þau eru vinna og vinna. Þau eru í ræktinni og þau eru bara að lifa og svo eiga þau lítil börn. Efnaðsleg staða er lakari, þau skulda meira. Þau eru á jaðri inn með húsnæðismarkaðnum með hærri húsnæðiskostnað, þau eru á jaðri vinnumarkaðin sem er ekki komin inn, þau eru ekki á hærri laununum, þau eru ekki með tryggari stöðu og þau eru með mestu framfærslubyrðina út af bönnunum. Já, þannig að samfélagið þarf að styrkja þennan hóp meira en þau hefur gert. Og þá meinar við með barnabótum. Við komum út fyrir góða leikskóla. Nei, það fylgir þetta fylgir. Mér finnst að góður leikskóli hann á að vera gjaldfrjáls. Og 6-7 tímar var gjaldfrjáls. Og síðan þarf húsnæðið að vera mannsæmandi sem er ekki alls þar í dag. Hörðu benti nú mikið á það, hvað verður orðið þröngt? Það er orðið þröngt, það er raunni, börnin eru í veggjónum eins og það sagði, og svo er lagt til lofs. Svo kemur á næsta skólastig, þar eru byggingarnar hátt til lofs og vítt til veggja. Þetta er einhver viðhorf, þeir sem eru að skipuleggja kerfið, að það þarf ekki nema svona fyrir svona lítil börn og svona fyrir svona stór. Viðhorf sem að verða til bara á teikniborðinu og einhverju sem að skipuleggja, þetta er ekki byggð á einhverju þarfagreiningu leikskólakennara eða væntingu barnanna. Þannig að stærri skóla, styttri skóla, betra starfsfólk og svona það sem fá svona stuðning úr hópnum, svona eins og prestur getur leitað til biskupsins sálgæslu, eitthvað svona stuðning sem að færi það, því að þetta er erfitt starf sem að reynir mikið á. Það ger það sérstaklega þegar aðstæður eru svona slæmar. En það sem að ég held að við séum komið þangað núna í dag, það að það sé að byggjast og hratt og allt það, þetta er 20 ára gömul frétt. Og við erum komin að því að við verðum bara að fara að gera eitthvað í því. Og hvað gerum við? Ég held það er náttúrulega, þetta er svo margstungið, ríkið þarf að koma að, sveitarfélögin þurfa að koma að, barnafjölskyldur þurfa að koma að, kennara þurfa að koma að, og rauninni. En hvað hittir þetta fólk? Hvað hittir þetta fólk til að fara að ræða þetta? Ég held, það var fugl sem hvíslaði eyrað á mér gær, að ég held að barnamálaráðherra ætli að hóa þennan hóp saman. Það er raunin eina rétta, en hvað kemur út úr því? Það er ekki nóg að hóa hann saman, heldur þarf síðan að gera eitthvað með það sem er ákveðið. Ríkið þarf að leggja fé. Sveitarfélögin þurfa að fá pening til þess að geta rekið skólana. Og þannig að þetta er mjög margslungið. Þetta er ekki bara eitthvað eitt svar. En af hverju eru við þessar stöður sem við erum í? Ef við bara vitlausa sýn á það til hvers leikskólar eru? Að þetta séu geymslustæði til þess að foreldrarnir geti fara út á vinnumarkað? Kannski. Forgangsröðinni hlýtur að vera önnur miðað við það að 1996 og 99 fórum við á stað með að mennta leikskólakennara víða land vegna þess að uppbyggingin var svo hröð. Að það bara vantaði hrópandi þörf á leikskólakennarum og það er ennþá og maður myndi halda kannski að þetta væri þá hæst launaðasta stétt landsins sem er svona eftirsóknarverð, skilurðu? Það er ekki. En það er ekki. Vegna þess að það er opinberi aðilar sem að reka kannski en Er þetta ekki verið að þetta er kvennastarf og að við kunnum ekki að meta umönnunarstörf eða þegar fólk er að sinna börnum og... Hvað sögðu kallarnir í gær? Hvað sögðu kallarnir í gær? Það? Hörður og Haraldur? Já. Haraldur nefndi náttúrulega hver launin voru og gætur ekki orðið góð og taldi að það væri. En hann sagði að
þó svo myndir hækka, eða gætir lagt til að þetta verði hækka upp í 3 milljónir eins og verðbréfaguttarnir fá eða eitthvað svoleiðis. En það verður ekki þar með sett að þá myndi kerfið leysast allt að sjálfum sér. En það væri meira heldur en bara launin. Já, það nefnilega meira en launin. Launin hafa hækkað og það ekki síður aðbúnaður. Sko, ef þú hefur að velja að fara á vinnustað þar sem að þú þarft að bíða alltaf í klukkutíma eftir að komst í tölvu eða ferð á vinnustað þar sem að þú færð fartölvu bara fyrir þig. Þá hvert ferðu? Þú ferð þar sem er betri aðbúnaður. Og þannig að meiri virðing. Þannig að kennarar í dag ráða sig frekar á það skólastig sem að betri aðbúnaður. Og það því miður ekki í leikskólanum. Þar þarf að bíða og þetta er líka dýrt að hafa fólk á fullum launum sem bara að bíða eftir að komast í tæki til þess að geta unnið vinnuna sína. Þannig að það ekki þannig að kennararnir vilji frekar vinna með eldri börnum, heldur það hafa sveitarfélögin sem bæði með grunnskólana og leikskólana gert það þannig að bara starfsumhverfið þægilegra í grunnskóla. Já, ég get ekki alveg svara hvers vegna. Það Kristín Dýrfjörð, vinkonu mín, hún rannsakaði þetta. Þannig að hún get nú svara betur fyrir það hvers vegna leikskólakennarar ráða sig í grunnskóla. En það gefur bara auga leið að ef það mikið þrengsli, mikið álag, þú hefur ekki verkfæri sem þarf til að þá þreytist fólk og fer bara þangað sem að virðingin meiri. Það bara mjög eðlilegt, ekki satt. Það hafi ekki verið leikskólar með 12 mánaða börnum. En núna mikil krafa, ekki bara í Reykjavík sem að foreldrar mæta niður í ráðhús að það sé útvegað slík pláss, eins og sagt og það á við fleiri sveitarfélög. Kerfið svona tilbúið til þess að búa til tiltölulega hratt deildir sem að sinna börnum á þessum aldri? Og það, hvað að segja, eftir svona vert að börn á þessum aldri séu 8-9 tíma á leikskóla? Nei, ég hlynnt því að börn byrji ungi leikskóla en ekki á 8-9 tíma. Nei. Og það og þetta ekki svarthvítt að það eigi ekki vera neinar ungbarnadeildir því það það sem þú ert að tala um. Það gott að setja að búa til svona margar og stórar. Já, að það sé Þá í fréttunum að vera að byrja myndir af það sem hefur verið að mála og gera klárt fyrir ungbarnadeildinni. Fólk alveg á hlaupum til þess að reyna að standast kröfur samfélagsins. En það er mjög erfitt að reka góðan leikskóla með fólki sem ekki menntað og sem brennur kannski ekkert fyrir starfinu. Það er það sem skiptir líka mjög Hvernig getur þú mælt það? Hvort að fólk brennir fyrir starfinu? Ef ég að vinna á leikskóla og ég brenni ekki fyrir starfinu lengur, ætlar þú bara að reka mig á það? Já, ef að þú ert til dæmis bara að hanga á Facebook allan tíman í staðan fyrir að vera með börnunum, ef að þú ert ekki að sinna vinnunni þinni, þú ert kannski bara að hugsa eitthvað, allt annað, þá myndi ég á reynslutímanum, það 3 mánuðir sem þú hefðir og þá myndi ég segja allavega, þá myndi ég segja Gunnar Smári, þetta gengur ekki að þú verður að vera með hausinn í vinnunni. Ef þú ætlar að vinna með börnum. Hvernig þetta í næstu löndum? Ef við erum að tala bara svona stuðningi við barnafjölskyldur, það þannig að börn eru 12 mánaða á leikskólum eða fæðingarorlof lengra? Já, það all gangur, í Svíþjóð, það ekki nú kannski best þar, þar óhemju langur leikskóladagur barna, en þar hins vegar, þau mega vera 12 tíma, mega vera 12 tíma í leikskóla. En hins vegar gera foreldrar það ekki. Það ekki, það 1 og 1 kannski, en foreldrar ungra barna, þeir reyna að vinna 75%
bæði. En fæðingarorlof er líka lengra þar, ekki? Fæðingarorlof, já, það er lengra. Já, ekki 24 mánuðir í Svíþjóð, Jú. eða var í Noregi? 18 mánuðir í 18 mánuðir, 18 mánuðir í Svíþjóð. Og ég man það ekki alveg, og þú getur gemt það þangað til 12 ára aldurs. Þú getur notað einhverja daga þegar barnið er að byrja í grunnskólanum eða einhver svona tímamót. Og svo svo er líka að þar er sem sagt að það er í lögum að eigirðu barn undir 12 ára þá getur þú farið fram á það við vinnuveitandaðinn að þú fáir hlutastarf. 75%. Og hann verður að sætta sig við það? Já. Alveg upp á 12 ára aldrei? Já, upp á 12 ára. Þú áttir rétt á. Þannig að samfélagi viðurkenni það að vera foreldri sé það bara tímafrekt. Já. Og þú getur ekki verið í fullri vinnu á vinnumarkanum og sinnt börnunum og rækta sjálfa þig, náð fullum svefni og stunda félagslíf og allt þetta sem þú þarf til þess að vera heilbrigð og hraust manneskja. Já, og ég held að við verðum að gera einhvern samfélagssáttmála hvernig ætlar samfélagið að standa vörð barnafjölskyldur. Vegna þess að viljum við ekki hafa börn í samfélaginu? Jú, þau eru nú framtíðin. Já. Og besta fjárfestingin. Besta fjárfesting. Og það móka peningum í þetta, segir skynsemin. Nákvæmlega. Samfélagssáttmáli. Þannig að í staðinn fyrir kannski að vera að horfa á foreldrar sem gera kröfu að fá pláss fyrir 12 mánaða börn sín til þess að þau geti farið á vinnumarkaðinn, að þá ættum við að vera að ræða hvað er best fyrir börnin og við ættum ekki að beina við ættum ekki að skamma foreldrana fyrir að vilja losna við börnin því að þau hafi ekki aðstöðu. Við ættum að gera kröfu lengingu fæðingarorlofs, við ættum að gera kröfu til fyrirtækja að taka tilliti til þess að sunda starfsfólkinu á börn og það að eiga barn er mikilvægt og fyrirtækja verður að taka tilliti til þess. En þessar kröfur, það er ekki hægt að segja, til dæmis í umræðinu leikskólana, að þá voru alla fréttirnar átökin í Ráðhúsinu, en svo komu leikskólakennarar sendin eina grein þar sem var verið að reyna að tala að það væri kannski eitthvað meira sem var í þessu máli. Þannig að umræðan, ef við sem samfélagum að komast eitthvað niðurstöðu, mér er erfitt með að finna svona hvar hún er raunverulega, hvar hún fer fram. Ég held að hljóta vera ríkið sem þurfa að draga alla þessa að borði. Og þetta er þjóðfundum leikskóla? Já, eitthvað svoleiðis. Þurfum við ekki eitthvað svoleiðis? Jú, við þurfum eitthvað svoleiðis. Því að það er eitthvað eins og vanti að bara taka umræðina og lyftina á eitthvað stað þar sem það er ljóst hvað þetta er mikilvægt. Þetta verður ekki leyst með einhverjum triksum eða jarðvítum. Og líka áætlanir hvað við ætlum að gera og fara eftir þeim. Vegna þess að við viljum ekki sitja hérna eftir, þá er ekki ég að þú eða einhver annar eftir 25 ár. Og alveg eins og þú veist, fyrir 25 árum þá var staðan bara ekkert svo ólíkt og í dag. Við erum heifast allt og hægt. Allt og bara... Samfélagi breytist hraðar heldur en að leikskólinn næra að sinna. Miklu. Já, því að núna er til dæmis komið miklu meira af innflytjendum og nú er komið mikið af flóttafólki. Það er alls konar áskoranir sem leikskólinn fá án þess að hafa raunverulega lagað grunninn hjá sér áður. Já. Herðu. Við þurfum að byggja vel og leggja mikið og byggja húsið á góðum grunni. Þetta er mjög áhugavert. Ég er að velta fyrir hvort að ég verði ekki bara að fá Ásmund Einar hérna við veðurborðið og samband íslenska sveitafélaga. Já. Segir svona. Já. Ég reynaði að halda umræðin áfram því að ég held að þetta sé eitt af því mikilvægsta sem við erum að kljást við í samfélaginu í dag. Þannig að ég vil segja þetta svona gott í bíli, höldum áfram að fjalla leikskólana. Hérna á eftir ætlar hún Viktoría Baksína að koma og ég ætla að tala tvennt við hana. Hún er frá Rússlandi og þar hafa verið að berast frá því í morgun bara slæmafréttir. Og svo ætla ég líka að tala við hana félag eða undirskriftasöfnun sem innflytjendur eru með á netinu. þar sem þeir eru að fara fram á svona aukin rétt, getur við sagt. Tölum við Viktoríu hérna eftir augnablik. Hvað er Viktoría?
Herðu, Viktoría föst í umferðinni, en annar gestur komin hingað, Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur, sérfræðingur í orkustefnu Evrópusambandsins og ástandinu í Noregi. Ég ætla að tala við hann eftir augnablik. Já, við höldum áfram að skoða orkukreppuna í Evrópu og höfum sérstakann áhuga á Noregi sem eru frændur okkar og kannski svipar í stöðu í orkumálum að mörgu leyti, það voruð allavega. Og til að ræða þess orkukreppuna í Evrópu, stöðun í Noregi, kannski orkustefnu Evrópusambandsins hingað komið Bjarni Jónsson sem rafmagnsverkfræðingur, áhugamaður orkumál, pensjónisti, fríliði í þessar umræðu en félagi í orkun okkar. Já. Á mánudaginn var fundur fyrir utan Stórþingið þar sem að svona þeir sem eru á ykkar línu í varðandi orkuöryggi og orkustefnu voru að mótmæla. Hvað vilja menn eins og þú í Noregi gera? Já, einmitt. Ég þakka fyrir boðið að koma hingað og ræða þessi áhugaverðu mál sem eru nú í brennidepli alla Evrópu má segja og víðar, kannski bara á heimsvísu. En það sem að þetta fólk fyrir utan Stórþingið á mánudaginn var að mótmæla var í raun og veru að Noregur búið að láta af hendi stjórnun á eigin orkulindum. Og það var einmitt þetta sem að við vöruðum við að myndi gerast með samþykki orkupakka 3. En Noregur eins og fólk veit tengt við útlönd. Og þeir framleiða mikla orku og eru sjálfur sér nægir og svo eru þau með snúru sem fer eitthvað á meginlandið. Já, þeir eru algjörlega sjálfur sér nægir með raforku vegna þess að það búið að virkja svo mikið af vatnsföllum þar og orkan mjög ódýr frá náttúrunnar hendi má segja. En það sem hefur gerst núna, sérstaklega eftir að 2 nýjir strengir voru teknir í notkun líklega á síðasta ári, annar til Bretlands og hinn til Þýskalands, að þá hefur orkuverðið snarhækkað í Noregi og núna þetta með þeim hætti að það 10 sinnum hærra í söður og austur og vestur Noregi en í norður Noregi. En það þyrfti ekki ef þeir væru ekki vegna tengingana að senda svo mikla orku til útlanda að það dregur niður í lónunum þegar það ætti að vera að hækka í þeim og staðan þeirra mjög lág, hún tiltölulega mjög lág miðað við árstíma, eitthvað 60% miðað við hámarksfyllingu, að þá afleiðingin svo að verðið hækkar og það hækkar ekki að því að það lækkar í lónunum, það hækkar vegna þess að markaðsverð á orku í Evrópu hækkar vegna þess að Pútín skrúaði fyrir gas. Það eiginlega þetta það má segja það eftir því sem að betri tengingar, rafmagnstengingar eru við markaðinn í Evrópu, að þá dregur orkuverð í Noregi meira dám af orkuverðinu í viðskiptalöndunum. Það alveg rétt. En það má líka líta á þetta þannig að hefðbundið að lónin stjórna orkuverðinu í Noregi algjörlega. Og þetta bara reiknað út, það reiknað út verðmæti vatnsins í lónunum og ef að þau eru full þá verðmæti mjög lítið og þar af leiðandi orkuverði lágt. En núna hefur ACER sem orkustofa Evrópusambandsins stjórnunina á þessum viðskiptum og hefur ekki tekið tillit til þessara stöðu í norskum lónum. En það ekki þannig að það sem að Norðmenn selja til Evrópu, það verðið á því fæst á uppboðsmarkaði fyrir orku innan Evrópusambandsins? Já.
Þannig að það bara, ef maður horfir bara blind á hagsmuni Noregs, þá það bara gott mál og það fá mikla peninga fyrir orkuna sem að selja, miklu meira en það kostar að framleiða hana. En hins vegar hækkar verðið í suðurhlutunum sem tengt þessu sama neti. Þeir megi ekki selja dýrt til Evrópu en ódýrt til sjálfsins. Nei, það þannig. Og þá hækkar verðið. Og hvað þetta stórt svæði í Noregi sem að býr við raunverulega skortsverð Evrópu, þó að þeir eigi nóg orku sjálfur. En þetta allt svæðið, má segja, sunnan við Þrændalög. Það sem að þetta líka það sem 80% þjóðinni býr og meira það. Já, einmitt mesta fjölbýlið, sko. Varðandi peningastreymið, að þá það til orkufyrirtækjana. En atvinnulífið og heimilin líða fyrir. Þannig að orku, ef þú átt vatnsaflsvirkjun í Noregi, þá þetta að fá kannski 8-falt verð þar sem þú fyrst áður. Tífalt, langt umfram framleiðslukostnað. Já. Og það eru fjölskyldur og fyrirtæki sem þurfa að borga þetta. Og þú græðir ógeðslega eins og krakkarnir segja. Já, orkufyrirtækin græða. Þau eru að vísu sum hver í eigu ríkisins, eigu ríkis og sveitarfélaga. Þau eru ekki öll í einkaeigu, en enga síður að þá lendir höggið á almenningi. Og það var það sem fólkið fyrir fram að Stórþingið á mánudaginn var að mótmæla. Hvað vildi það? Það vildi færa völdin yfir þessum orkuviðskiptum til Noregs, sem sagt úr höndum Acer og til norska ríkisins. Þannig að norska ríki geti stýrt sínum orkumarkaði eins og best fyrir norskt samfélag. Já, og það þýðir að í stöðu eins og núna, þá verið dregið úr útflutningi til útflutningi og safnað vatni til vetrarins. Þetta mjög mikið hættuspil, má segja, fyrir Noreg að fara inn í veturinn með lítinn orkuforða í lónunum. Það var þetta sem að fólkið vildi mótmæla. En þingmennirnir hafa ekki hlustað á þetta. Stjórnin vill niðurgreiða orkuna, sem að því það þá teknir peninga frá ríkinu, almenningi, og fyrirtækjunum borga til þess að halda verðinu lágu, eða almenningur styrktur og fyrirtæki styrkt til þess að kaupa dýruorkuna? Það svoleiðis að ríkið það greiðir almenningi tilbaka orkukostnað sem að miðaður við. Þannig að framleiðendur fá áfram tífalda verðið. Þannig það ekkert gert í því, það ekki sett mörk á það. Það voru 2 flokkar sem lögðu til mörk, það var framfaraflokkurinn og rautt, en aðri flokkar voru á því bara að halda óbreyttri stefnu og að greiða almenningi og fyrirtækjum höggið sem að sumuleyti afleiðing af einhvern veginn svona strúktúrnum á það hvernig verðið ákveðið. Já, sko höfuðorsökin já, það segja alltaf núna höfuðorsökin orkuskortur í Evrópu sem að smitast með þessum hætti gegnum markaðinn, orkumarkaðinn inn til Noregs. En kerfið sem búið til, að þú nefnir þetta, var kerfið kannski hefði getað staðist ef það var alltaf nóg orku, en svo þegar kemur alltaf orku skortur, að þá kom í ljós hryllilegir veikleikar, svipað og gerðist bara í Kaliforníu á þessum tíma, ég veit ekki hvort þú munir það, þegar menn voru að leika sér að því að búa til skort, þar sem að þeir sem áttu virkjanir gátu grætt ógeðslega, eins og börnin segja, skamma tíma út af skorti. Afhjúpar stríðið og það að Putin skrúaði fyrir gasið, kannski veikleikan í þessu kerfi. Já, og Ursula von der Leyen búin að viðurkenna þetta. Hún segir, núverandi markaðskerfi orkunar úrelt. Það stenst ekki kröfur nútímans og málið það að þetta kerfi, það gjörsamlega háð framboðsleiðinni að það sé á öllum tímum nægt framboð orku. Helst og mikið bara. Já, helst og mikið. En í Evrópu að þá voru það frumorku félögin, það að segja olíu- og gasfélögin sem áttu bara að sjá þetta. Og síðan
síðan átti markaðurinn að hvetja þessi raforkufyrirtæki til að búa til að smíða orkuver til þess að anna aflþörfinni. Þannig var þetta... Það eiginlega ekki þróunin sem hefur í Evrópu. Þróunin í Þýskalandi var það að orkan var sótt til Rússlands með gasi og olíu og þeir voru að loka kjarnorkuverum og frekar að draga úr orku. Já, það er nefnilega málið að stjórnvöld, þau hafa smám saman verið í raun og veru að gelda þetta kerfi með því að banna kjarnorkuver. Það gerist það ekki að sjálfum sér að segjum að Rússar geti sendt inn ódýr orku inn í kerfið sem að var, að þá náttúrulega fá þeir viðskiptin. Já. Þar myndir lokar þar sem er dýrar að gera. Og þar að leiðandi hafa til dæmis Þjóðverjar algjörlega hundsað það að setja upp móttökustöðvar fyrir gas á vökvaformi í sínum höfnum. Og þeir eru þess vegna mjög berskjaldaðir og þeir gerðu meira til bölvunar, þar að segja ríkisstjórn Angelu Merkel. Mér minnir að það hafi verið 2015 og þá var bannað, þá var fyrirtækjum bannað að vinna gas úr jörðu í Þýskalandi með svona vökva þrýstingsaðferð. Þá er sko vatni dælt niður og gasi þrýst upp í gegnum jarðlögin. Þetta er kallað fracking á ensku. Þykir sóða brasi. Já, en ég held nú að þetta sé nú, það sé nú orðum aukið, það kom aldrei neitt umhverfisslys, sko þetta var gert í Þýskalandi þarna áður, en það voru engin dæmi nein umhverfisslys af völdum þessa. Nú eru lönd sem hættu þessu að byrja á þessu aftur, eins og til dæmis Bretarnir hafa lýst því yfir að þeir ætla að fara í þetta. Hún Liz Truss, hún er búin að lýsa því yfir að hún ætli að vinna því að þetta veri leyft. En ef að Evrópusambandi veit að þetta kerfi er gallað og normennir finna fyrir því eins og náttúrulega Þjóðverjarnir eru að forða fram á hryllilega vetur, af hverju er kerfinu ekki breytt? Af hverju er þessu ekki bara lokað og að rafmagnið er bara selt á framleiðsluverði pluss 5% eins og var í Fakis í Grikklandi laðið til. Þú kannt ekki að svara því en ég bara byrði að geta það til. Hún er sko ég hugsa að það er ekki verið að okra á orkunni í Evrópu núna. Það er verið okra orkunni frá Noregi. Já, það er út af því að þar er framleiðslukostnaðurinn svo lágur. Já, það er líka í Bretlandi. Það hækkar mikið orkukostnaður í Bretlandi. En Bretar eru sjálfum sér nógur í orku þegar hafa olíulindir og gaslindir í Norðursjónum. Það eru fann að gefa sér mjög mikið. Já, en þeir eiga sko mikla vindmyllugarða. Bretar eru ekki að flytja inn gas frá Rússlandi. En samt hækkar verði þar alveg eins og allt annars staðar. Já, þeir eru nú ekki sjálfum sér nægir með gas, sko. Þannig að þeir eru háðir markaðnum. Já, en ekki líkingu við Þýskaland, sko. En samt er verðhækkunin í Bretlandi viðlíka á Þýskaland. Já, sko, þetta er út af því hvernig þetta markaðskerfi er uppbyggt. Það er byggt upp þannig að framleiðendur og kaupendur koma með tilboð og síðan er verðið ákvarðað út frá kostnaðinum út af tilboði þess sem kemur síðastur inn. Já, út frá því sem svo kallu jaðarkostnaðarverði sem er verðið á orkunni sem að myndi verða við að framleiða 1 kílóvattstund meira heldur beðið Þetta er svo kallu jaðarkostnaðarregla. Og þannig getur sko skortur á svona jaðri svæðisins valdið hækkun á öllu. Þess vegna er gasið sko ráðandi orkuverðið í þessu kerfi. En það er ekki meðalkostnaðarverð sem ræður. Nei. En eru Evrópusambandið, norsk yfirvöld og fleiri ekki að tala það núna að fara bara út úr þessu kerfi? Af hverju er verið að nota ríkissjóðuna til að greiða niður verðhækkanir sem að sumuleyti eru bara innbyggðar inn í kerfið?
sko, Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, búin að viðurkenna að núverandi kerfi sé ónothæft og það komin í gang einhver vinna við að smíða nýtt kerfi, þar sem að leitast við að varðveita sem sagt hvatan sem felst í þessum jaðarkostnaði en leið að láta neytendur verða aðnjótandi meðalkostnaðarins. Hver á að borga munin? Hver á að borga munin hann á milli? Já, það sko, það kúnstin, það kúnstin við þetta sko. Það ekki búið, þetta kerfi ekki tilbúið. Það verið að reyna að hanna kerfi sem að sameinar sem inniheldur kosti núverandi kerfis en ekki gallana. Þannig að þetta og meðan að þá það eins og þú segir að kostnaðurinn af öllu saman lendir á ríkissjóðunum. Til dæmis veit ég að núna komin fram tillaga í Bretlandi á vegum ríkisstjórnarinnar að takmarka orkukostnað fyrirtækja við skal ég segja þér eitthvað 21,1 pund á kilowattíman. Nei, pence, 21,1 pence. Það eru 35 íslenskar krónur á kilowattstundina. Miðað við það til dæmis að álverin á Íslandi, þau eru kannski að borga 5 krónur, sko. 5 til 6. Þannig þetta nær kannski því sem að almenningur að borga á Íslandi. Já. Þetta mjög nálægt, sko, tillögu rautt í norska stofnríkinu. Já, almenningur, sko, þetta heilsölu verð, sko. Þannig að þetta miklu hærra heldur en almenningur á Íslandi að borga. Almenningur og sko, heilsölu verð á Íslandi í kringu 6 krónur. Þannig að það verið að setja þá þak á þetta, en þakið langt fyrir ofan verðið sem að vara orku bara fyrir 1 ári. Já. Og mun skila ógnarhagnaði hjá þeim sem að reka þessi orkuverð. Já, hjá þeim sem að eiga til dæmis kjarnorkuver núna. Já. Það jókst ekki kostnaður á þeim. Nei, einmitt. Og það má segja sko að það hvernig komið fyrir Evrópu núna, það að talsverðu leyti sjálfskaparvíti vegna þess að það má segja með þessum viðskiptum við Rússana þá var þetta komið þannig til dæmis í Þýskalandi að 55% af gasnotkun Þjóðverja var gas frá Rússlandi og það var ódýrara heldur en annars staðar frá og þar alveg var engin hvati fyrir einn eða neitt til þess að fjölga byrgjunum. Og þeir hafa ekki eins og aðstöðu til að taka við því eins og þú bettir á. Nei, í höfnunum. Ekki Þjóðverjar, Spánverjar hafa það. Og það að bjarga miklu núna. Og ég held að Bretar hafi líka svona búna til að taka við gasi á vökvaformi og breyta því aftur á gasform. Herðu, þú varst í Orkun okkar sem að barðist hér gegn 3. orkupakkanum og ekki með mikinn árangur. Það voru ekki margir sem að stuðu ykkur á þingi. Þið nutuðu líklega stuðnings með almennings. Já, þetta svona augnablik núna að það sé gaman fyrir ykkur að koma og segja ég tóldi svo? Það nú ekki finnst þetta ástand afhjúpa það sem að þið voru að benda á? Það gerir það, en það engin svona það hlakkar ekki í ykkur? Nei, það engin skaðifríð eða það sem að kallast á íslenskunni þórðargleði. Nei, því að þetta náttúrulega að valda sko almenningi og Evrópu gríðarlegum áföllum. Já. Ekki bara það sem skrúa fyrir gasið, heldur að þetta kerfi tekur við í skortinum og magnar umhverflega upp vandamálið. Já, vegna þess að það ekki tekið til meðalkostnaðarins, heldur bara jaðarkostnaðarins og jaðarkostnaðurinn kemur frá gasinu sem skóstvara. En sko, Ísland væri í sömu stöðu og Noregur núna ef að hinga lægju sæstrengja núna. En þá var talað það að sæstrengurinn kæmi ekki nema
að það yrði samþykkt sérstaklega. Já. En heldur það haldi? Ekki í raunverulega, ef að einhver vill ekki stæðstrenginga, getur hann ekki gert það með stuðningi Evrópusambandsins? Jú, það er svoleiðis að það var settur fyrirvari í lögin við innleiðingu orkupakka 3 að Alþingi áskildi sér rétt til að samþykkja eða hafna sæstreng til Íslands. En við í orkunni okkar töldum að þetta ákvæði stæðist ekki EES samningin vegna þess að þetta er nýtt viðbótar ákvæði sem er alls ekki leyfilegt samkvæmt orkupakkanum og þar af leiðandi var Alþingi að innleiða eitthvað annað heldur en sameiginlega EES-nefndin í Brussel samþykti að EFTA-löndin skyldu innleiða hjá sér. Þar af leiðandi myndi, sko, ef að einhver aðili núna í Evrópu eða annar staðar leggur umsókn á Íslandi að leggja sæstreng og Alþingi hafnar, þá mun það örugglega fara, þá mun ESA koma með mótmæli og málið að líkindum hafna hjá EFTA-dómstólinu. Sem að ég hræddur að Ísland fari illa út úr. En segjum, nú ekki sæstrugur, en við erum með sama kerfi raunverulega, þó að það sé ekki jafn stór svona uppboðsmarkaður sem hér. Ef við getum okkur til, en nú jarðeldar á Reykjanesskaganum og segjum að það verði orkuskortur vegna þess að HS Orka dett út. Er það þannig að ef að einhver kæmi inn og myndi bjóða síðastur út af skortinum, Orkubú Vestfjarða, kæmi með lítið magn inn í tilboði, að það geti leitt til hækkunar? Getur við lent í einhverju svona sambæri, svona spíral út af einhverjum áföllum vegna þess að tímabundið skorts? Já, sko, en þetta, sko, það er ekki uppboðsmarkaður á Íslandi. Nei. En samkvæmt orkupakka 3, þá er Landsnet núna að undirbúa slíkan uppboðsmarkað. Og það er hið versta mál. Og ber að gera það ekki? Jú. Þeim ber að gera það? Já, samkvæmt orkupakka 3 er það bara sterkt tilmæli, en samkvæmt orkupakka 4 er það skylda. En hann hefur náttúrulega ekki verið samþykktur og verður ekki samþykktur á meðan núverandi ríkisstjórn situr í Noregi, vegna þess að Miðflokkurinn í Noregi er á móti honum. Og þar með, sko, Noregur ræður öllu á meðal EFTA-landana innan EES. Allir, hinir tveir, setja bara á standa eins og Noregur vill. En Landsnet gæti sett á uppboðsmarkaðinn út af tilmælum. Já. Og það er enginn sem stoppar það. Og þeir eru að vinna að því. Og ef að kemur svona skástað, sko, það er alveg ábyggilegt að það er komið nú þegar upp slíkur skortmarkar á Íslandi, að svona uppboðsmarkaður myndi hafa í för með sér talsvert mikla orkuverðshækkun á Íslandi. Og ég tel reynd og beint að sko rafmagn er þess eðlis. Rafmagn er ekki eins og hverjum vara. Þannig að það er almannavaldið sem að þarf að fara með síðasta orðið stjórnun orkumálana. Ég tel, og það eru fleiri þarna innan orkunar okkar, að það þyrfti að koma embætti, bara nýtt embætti ríkisins, einhvers konar orkulindastjóri sem að stjórnaði... Eru þið ekki með orkustjóra? Já, hann hefur ekki þessi völd. Okay. Hann er landsreglari. Hann er, sko, einhvern hluta sólarhringsins er hann landsreglari ACER. Það er að segja æðsti umboðsmaður orkustofu ESB á Íslandi. Þannig að það nú... En þú vildi fá orkustjóra sem að myndi gera hvað? Íslenska, sem að samræmir nýtingu allra orkulinda Íslands með það í huga að með það augnamiði að nýting þeirra til langs tíma verði sem best og hann þarf líka að hafa völd til þess að girða fyrir orkuskort. Vegna þess að núna er engin ábyrgur fyrir því að hindra orkuskort á Íslandi. Engin. Men með nýju lögunum, sem sagt
þegar orkupakki 1 var innleiddur hérna aldamótin, þá var það 2004 líklega, 2004, að þá var skylda Landsnets til þess að hafa alltaf næga orku á Íslandi afnumin. Nei, fyrir ekki Landsvirkjunar. En svona auðlindastjóri ríkisins, hann þarf að hafa völd til þess að geta bara tryggt örugga orkuafhendingu og lágt verð til langs tíma til þess að orkuauðlindur okkar geti orðið undirstaða undir góðu samfélagi og öflugu atvinnulífi. Það var eitthvað stefna. Akkúrat. Segðu mér hérna, þið voruð að gagnrýna orkupakka 3 en mikill meiri hluti Alþingis samþykktan og að sömuleyti var svona gagnrýni eitthvað svona slegin af borðinu sem svona nöldur og tuð í einhverju gömlu köllum. Já, það væri, þið hefðu bara mistað af ykkur, það væri miklu svona smartara og skemmtilegra sem var að gerast í Evrópusambandinu. Hvernig upplifðuðu þessa, þið fenguð eiginlega engan andmælenda við ykkur, þið voruð svona hrópandi, rökin, þá kom eiginlega engin rök á móti. Það voru eiginlega bara fullyrðingum að þetta væri allt í lagi, þið þurfa ekki að óttast þessu, þetta er bara úlfur. Það sem var í raun og veru það sem gerist var það að það var búið að ganga frá þessum málum. Þannig að Alþingi var bara afgreiðslustofnun. En það sem við og lögfræðingar okkur tengdir héldu því fram að Alþingi hefði fulla heimild til þess að beita neitunarvaldi sem æðsti löggjafi landsins samkvæmt stjórnarskrá. Og það hefði ekki þýtt uppsögn EES-samningsins. Nei, það vildu meina það. En þetta var búið að fara til umsagnar í Alþingi 2016 og þá komu engar alvarlegar athugasemdir, bara einhver smávægilegheit. Síðan fer þetta fyrir sameiginlegu EES-nefndina og fulltrúi Íslands gerir engar sérstakar athugasemdir þar. Það er bara samþykkt. Og þar með hefðin þessi að Alþingi taki það bara og stimpli það. En menn eins og fyrrverandi utanríkisráðherra Íslands sem manna öttulegast af því að þessum EES-samningi, Jón Baldvin Hannibalsson, hann hefur sagt opinberlega, meðal annars á fundum hjá okkur, sem voru opinberir að Alþingi hefði þessa heimild og þó að máli væri svona komið að þessi sameiginlega EES-nefnd hefði samt málið, að þá væri það Alþingis að taka endanlega afstöðu. Ekki einhver nefndarmaður. Eða ríkisstjórn náttúrulega sínu tíma. Það komið nýtt Alþingi. Einu sinni var hérna í þessari deilu var sagt að þið væru bara afsprengi einhver andstöð í Noregi. Það væri svona sett upp orkan okkar. Þið í samskiptum við fólk sem sama sinnis í Noregi? Já, við höfum aldrei dregið dul á það, en það var eiginlega þessi illkveitni áróður snerust það að við værum handbendi Miðflokksins í Noregi sem að vantaði eitthvað róstur á Íslandi til þess að rökstyðja sitt mál þyrfti að væri að útvega sér aðila á Íslandi til að stoppa málið því að þeir börðust á móti orkupakka 3 í Noregi 2018, hann var staðfestur 22. mars 2018 í Noregi, í Stórþinginu en það mál núna fyrir dómstólum í Noregi. Það er að segja að í lögmannsréttinum í Noregi verður þetta mál tekið fyrir núna í lok október næstkomandi. Það er að segja það hvort að samþykkt Stórþingsins hafi farið fram samkvæmt stjórnarskrá. Þannig að og það er ekki útilokað að það er tæft samt, ekki? Jú, það er frekar ólíklegt. En þú sagðir áðan að 4. pakkinn aldrei samþykktur í Noregi og þar með mun hann ekki komast á dagskrá á Íslandi. Nei, hann kemst ekki á dagskrá hjá EFTA og þar með ekki hjá sameiginlegu EES-nefndinni. Þannig að við verðum ekki hér að deila orkustefnu Evrópusambandsins á næstu misserum. Nei.
Nei. og síðan munu normenn finna einhvern veginn útrússu og Evrópusambandið hvernig þetta skrúa og vinda ofan að þessu og þá munu koma einhverja nýja tilskipanir hér og við munum að sérst ógnin af tengingu við evrópskan orkumarkað eru minni núna en þær voru þegar þú varst að berjast fyrir nokkrum árum. Já, það líka málin hafa þróast þannig að það orkuskortur á Íslandi og meðan að það orkuskortur á Íslandi þá dettur engum í huga að fara að leggja streng til Íslands. Það svoleiðis. Herðu, Bjarni, gaman að fá þig hérna og spjalla þetta mikilvæga mál. Já, þakka þér kærlega fyrir að bjóða mér. Komdu bara sem oftast. Herðu, og núna gerum við örstutt hlé og svo höldum við áfram með rauða borðið. Já, og við höldum bara áfram hérna við rauða borðið. Hingað komið Viktoría Baksína. Velkomin. Hérna, þú ert frá Rússlandi. Já. Og þaðan koma ekki góðar fréttir, ekki búið að koma lengi, en það eru sérstaklega slæmar í dag. Já, nákvæmlega, sem sagt, í dag var tilkynnt að það yrði, næstum því allsherjar herkvarning og tæplega 300.000 hermenn verða að fara til Úkraínu og við getum líka séð talsverðar breytingar á orðræðu Pútins þar sem hann kallar þetta nú þegar stríð en ekki sérstaka hernaðaraðgerðir og þetta orðið árásar stríð og Rússland þá að verja sig sjálft. Árásarstríð frá bara vesturveldunum eins og þau leggja sig? Já, nákvæmlega. Og Rússland að verja sjálft fyrir vesturlöndum þá. Og hvað þýðir þetta? Þýðir þetta hvernig sterkt þetta þína fjölskyldu? Ykkur á leið í stríð af þínu fólki? Ég frekar smeyk að bróðir minn myndi vera herkvattur bráðum þar sem hann sýndi herskyldu bara fyrir nokkrum árum og hann hefur reynslu á því að vera hermaður, hann var í stórskotaliðinu og hann fekk reyndar símtal einhvern tímann í mars þar sem honum var búið að fara í herþjálfun og taka þátt í sérstökum hernaðaraðgerðum. Hann neitaði og hann var líka með afsökun því hann slásaðist á þeim tíma. Núna ég svolítið hrædd að þessi afsökun myndi ekki virka og ég talaði við hann sagði mér að hafa engar áhyggjur þar sem hann ekki atvinnuhermaður og atvinnuhermenn verða herkvættir fyrst þar sem... Það ekki 300.000 atvinnuhermenn á lausu í Rússlandi eða hvað? Nákvæmlega, þannig að fyrst fara svona atvinnuhermenn svo verður fólk eins og bróðir minn sem hafa einhverja reynslu, sem hafa sýnt herskyldu, líklegast verða þeir sendir í einhverja þjálfun og svo bara strax til Úkraínu. Og þetta þýðir að ástandið verður að versna. Og þetta hrikalegt og fólk mótmælir náttúrulega. Fólk reyndi að bara flýja land? Já, þetta líka sagt. Fólk byrjaði að kaupa miða til þeirra landa þar sem maður þarf enga vegabréfsáritun, til dæmis til Armeníu, til Kazakstan, til Mongóliu, en málið að flugmiðarnir kláruðust og það ekki hægt að flýja landi núna. Það eru líka til samtökin sem fá mörg símtöl frá öllum hornum Rússlands þar sem fólk að biðja hjálp, hvernig má bara yfirgefa landi núna. Og mótmæli? Meiri mótmæli núna heldur en hefur verið áður? Ég myndi ekki segja það. Ekki meiri? En fleiri handteknir eða hvað? Þegar ég var á leiðinni til þín þá las ég tæplega 2000 sem voru handtekin en það mótmælt í 50 borgum Rússlands og það eru margar stelpur sem fara með skilti þar sem stendur ég elska pappa minn. Því herkvarni þýðir að það getur vel verið að maður alltaf svona 65 ára aldrei getur verið herkvattur.
og þetta þýðir að þú veist sínir og bræður og pappar myndu fara til Úkraínu og hver veit hvort þeir komi tilbaka eða ekki. En í vor þá kom það mörgum ávart meðan þér held ég. Hvað Pútín naut mikil stuðnings þjóðarinnar? Já, ég las svona 80%. Og þú talaði líka bara við þitt fólk og fólk sem þú þekkir og ég man að ég talaði við þið þá og þá kom þér á óvart hvað fólk var til í að styðja þetta. Já, og ég þurfti jafnvel að draga smá úr samskiptum við fjölskylduna á þeim tíma því mér fannst svolítið óþolandi reyndar að tala við marga fjölskyldumenn sem voru alls ekki á móti stríðinu sem kölluðu þetta jafnvel, þú veist, heilaga stríð út af því að við vorum að berjast gegn nýnasistum. En núna, heldur það sé breyting núna á afstöðu svona, hvað ég var að segja, venjulegra Rússa, þótt að það sé ekki til, er svona almennings, heldur það sé breyting að stuðningur við Pútín geti minnkað? Eða bara eykst hann því harðara sem stríði verður og grófara, því meiri verður stuðningur við hann? Já, eins og þú sagðir þetta kæmi frekar óvart en ég hef ekki séð tölurnar sem sagt, þannig að ég get ekki sagt 100% hvort 80% stýrja þá við allar þessar aðgerðir en það má sjá ákveðna örvæntingu finnst mér hjá Pútín, já því þú veist hann var alltaf svona, þú veist björn, sterkur bara bókstaflega gerður úr stál og svo framvegis en allar aðgerðirnar rússneska hersins í Úkraínu mistókust og Úkraínumenn náðu að fá bara mörg svæði tilbaka þannig að þessi aðgerð herkvæðning þýðir kannski að það sé ekkert annað sem maður gæti gert til þess að bjarga sig og ég meina sko Pútín reynir greinilega bara að bjarga andlitinu sínu. Að setja bara enn meiri þunga í hernaðaraðgerðir, senda fleiri. Já. Og veist þú hvort að rússneski herinn sé nógu öflugur eða nógu vel búinn til þess að ráða við svoleiðis? Ég myndi ekki segja það. Við höfum þú veist, séð margar fréttir og að til dæmis búnaður væri ekki nógu góður og að hermenn vantar bara alls konar, vantar mat, þú veist, vantar föt og allt sem maður notar, þú veist, alls konar tæki, til dæmis vörpur, svona sprengjuvörpur voru ekki nógu góðar. Þannig að ég veit ekki hvort margir myndu þú veist bara vilja taka þátt í þessu. Já. En það eru viðskiptaþinganir. Veistu hvort að þær séu byrjaðar að móta eða hafa svona áhrif á líf fólks, til dæmis þíns fólks í Rússlandi? Verður það var við viðskiptaþinganir? Er verðbólga eða er vöruskortur? Sko þar sem mitt fólk býr í Síberíu þá tekur mann ekki strax eftir því þú veist fréttirnar bara koma kannski aðeins hægar til Síberíu en vinir mínir sem búa í Moskvu segja að það sé gríðarlegur skortur á alls konar vörum og bensín kostar gríðarlega mikið og það er ekki hægt að fá ákveðin líf eða þú veist jafnvel fóður fyrir ketti eða hunda svo framvegis. Þetta er fáránlegt en satt. Það byrjaði að hafa áhrif á líf venjulegs fólks. Þegar þú hugsar þetta, hvert heldur þetta þróist stríðið úr Rússland? Eða er bara, þorur ekki að hugsa það, því að það mun bara versna? Þegar ég reyni að hugsa þetta, þá er ég fyrst og fremst að hugsa hvað
getum við gert til þess að bæta, þú veist, ástandið. En þá bara kemur í ljós að það sé ekki mikið í bóði reyndar. Þú veist, við getum náttúrulega mótmælt og já, þetta hefur ekki skilað, þú veist, miklum árangri, finnst mér í Rússlandi. Það svo mótmælin. Já, mótmælin. Hvað er þetta að gera? Það sem þingmenn og þú veist, svona hverfisfulltrúar í Rússlandi voru að gera, þeir voru að senda beiðni að Putin bara segja af sér, en þetta virkaði ekki heldur. Þannig að það er kannski hægt að gera eitthvað með þáttöku annarra landa, sem sagt, kannski, þú veist, Sameinuðu þjóðirnar eða önnur alþjóðasamtök verða að taka þátt. Og kannski þá önnur lönd heldur vesturvöldin, á Indland og Kína og slíkland, þetta tala það? Það getur vel verið og þú veist, Kína er kannski helsti vinur Rússlands núna en þú veist, þessi vinátta getur verið, þú veist, ekki til dæmis á morgun, þegar Kína segir, nei, hei, þú veist, erum ekki lengur að vilju gera hjálpa ykkur. Tyrkland til dæmis vill gjarnan loka á, þú veist, kortum frá Rússlandi. Þetta þýðir að, þú veist, fólk sem er að fara til Tyrklands myndi ekki vera fært að nota svona bankakortin sín, debit og kredit þar í Tyrklandi og Tyrkland var líka vinur Rússlands og þú veist, já. Herru, Viktoría, ég vona að bróðin verði ekki kvaddur í herinn og vonandi að fara einhvern veginn vel sem er erfitt að sjá fyrir sér. Ég ætla að taka smá hlé vegna þess að ég ætla að biðja Viktoríu að staldra hérna við að því ég ætla að tala við hann um allt annað mál. Og það bara verið til. Já, heyrðu, það er, Viktoría, þú ert í 2 hluturkum hérna. Þú varst ásamt fleirum innflytjendum sem að sendu opið bréf. Já. Og það sem að þið voru að fara fram á að umsóknum ríkisborgararétt tæki skemmri tíma og vísu til þess að tæki skemmri tíma í Svíþjóð og hinum Norðurlöndum líka. Já, að hér fara fólk að bíða mjög lengi áður en það fær ríkisborgararétt. Hvað síðan voruð með fleiri kröfur? Já, sem sagt, við vorum líka með kröfu kennitölu því það var reyndar ekki svo erfitt að sækja kennitölu þegar fólk kom hingað, en núna... Það er búið að breyta reglunum? Já, það er búið að breyta reglunum greinilega og til dæmis fólk sem vill koma hingað verður að fyrst og fremst að finna, þú veist, atvinnu, rekanda og þessi aðili, þú veist, þetta fyrirtæki verður þá að sækja kennitölu fyrir mann sem þýðir að maður er einhver veginn háður þessu fyrirtæki og sem þýðir líka að þetta fyrirtæki getur alveg misnotað fólk. Eins og hefur komið fram. Eins og hefur komið fram, já. Sem sagt, krafan ríkisborgararétt, við viljum helst að Ísland fylgi, þú veist, mynstri Norðurlanda í þessu því þetta tekur, þú veist, 7 ár. Fólk verður að búa hér í 7 ár til þess að öðlast ríkisborgararétt og það má ekki yfirgefa landið, sem sagt, ef eitthvað gerist, þá getur maður verið í útlöndum bara í 90 daga. Já. En þú veist... Þannig að segjum að ég væri frá Póllandi og hefði búið hér í 6 ár já. Og fengi svo verkefni í Póllandi í 4 mánuði og var að vinna þar eða segjum að foreldrar mínir væri veikir og ég færi þangað til að sinna þeim, kæmi svo tilbaka, þá byrjar að telja upp á nýtt upp í 7 ár. Já, nákvæmlega það. Þú veist, ef þú verður úti einhver staðar, þú veist, í lengri tíma þá verður þú að byrja á ný, bókstaflega. Og það eru líka frekar harðar kröfur framfærslu. Til dæmis fólk verður að sýna fram kannski, þú veist, útbrendu gögn frá bankanum. Svona. Að ég sé með reglur að tekjur. Já, en á sama tíma er fólk líka, þú veist, skila framtörum
Þannig að það væri kannski skynsamlegast að hætta við, þú veist, framfærslu kröfu, því, þú veist, fólk borgar skatta hér og skattaframtalið alveg nóg, finnst mér að minnsta kosti. En þetta þannig að ég verða að hafa verið á launum öll þessi 7 ár, segjum ég missi vinnuna á 4. ári og fara á atvinnuleysisbætur og séu atvinnuleysisbótum í 1 ár, missi ég þá eitthvað rétt, veistu það? Við höfum því miður ekki fundið einhvers konar tilfelli þar sem fólki var hafnað ríkisborgararétt, en samt, þú veist, framfærslukröfur eru framfærslukröfur og fólk verður líka, sem sagt, já, það líka krafa að fólk myndi ekki fá, þú veist, ríkisborgararétt ef það hefur einhver tíðan sótt fjárhagslega aðstoð frá Reykjavíkurborg, þú veist, eða Hafnarfirði og Kópavogi og hinum hverfum, út af því að, og þetta fer bara, þú veist, langt tilbaka svona til 1930 þar sem fólki var bókstaflega skipað, þú veist, að sýna fram að það sé með nægar tekjur til að búa hér. Þú fyrst ekki að kjósa ef þú hefðir þegið sveitarstyrk eins og hér þá að vera framfærslu sveitafélagana, þá mistur kjörgengi, eða þú fyrst ekki og kostingarétt. Fyrst ekki að kjósa. En þið nefndu líka íslensku kennslu sem heitt mál í dag, þetta 2 vikur, mikið deilt íslensku kennslu. Hvað viljið þar? Helst íslensku á vinnutíma. Því þú veist, fólk hefur náttúrulega rétt að fá endurgreitt fyrir íslensku nám, en til þess að fá þessa endurgreiðslu verður fólk að vera, þú veist, fullur meðlimur einhvers stéttarfélags í 6 mánuði. En þetta þýðir að það getur verið lengri tíma heldur en 6 mánuði, því að stundum ertu ekki fullur með fulla aðild að verkefnisfélagi fyrir að búin að vinna hérna kannski 8 mánuði eitthvað? Já, nákvæmlega. Og íslensku nám ekki ódýrt, skilur við, þetta kostar alltaf 50.000 krónur fyrir 1, 6 eða 10 vikna námskeið í íslensku. En já, og íslenska á vinnutíma verður líka gefa, þú veist, fólki tækifæri til að læra að tala það sem það gerir, þú veist, ef það verður boðið upp á svona verklega kennslu. Ekki bara, þú veist, einhverja málfræðikennslu eða... Þú sækir orðaforða í starfið sem þetta í og umhverfi. Já, nákvæmlega. Þú þekkir þetta því að þú kennir íslensku og þú varst að koma úr íslensku kennslu. Hvernig að kenna þreyttu verkafólki á kvöldin eftir langa vinnudag? Þú veist, þetta ekki alltaf kannski svo skemmtilegt, en út af því að ég hef gert þetta í þar nokkur tíma, þá reyni ég alltaf að finna leiðir til að hvetja fólk, þú veist, ég alltaf að hrósa þeim, þó þeir séu alltaf, þú veist, þreyttir og kannski vilja helst bara sitja og hlusta á mig og sofa smá á meðan, en við spilum, við spjöllum, þú veist, og ég reyni að gera þetta eins skemmtilegt og hægt en ég veit líka, þú veist, líka minn og heilin hafa sín takmörk. Þannig að íslenska á vinnutíma væri bara frábært framtak hjá, þú veist, fyrirtækjum og líka hjá ríkinu og þetta myndi gagnast öllum. Myndi bæta samfélagið? Já. Myndi bæta líf innflytjenda og þar með bæta líf samfélagsins? Eða bæta samfélagið. En segðu mér eitt hérna, nú komið þið fram og skrifið svona bréf með kröfum og það ekki þannig að innflytjendur hafi verið að gera kröfur í íslensku samfélagi. Hvernig fannst þið viðbrögð við því vera? Varu einhverjir innflytjendur eða innfæddir sem að fannst þið vera svona frek að gera kröfur á samfélagið? Já, við höfum fengið þannig viðbrögðin hjá mörgum, þú veist, innflytjendur voru að gagnrýna okkur fyrir þetta orðalag. En nú ættu það að geta gert kröfur, þau borgið skatta hérna og þau eru hluta samfélaginu. Já, og málið að... Það allir kröfur í þessu samfélagi, akkur ættu þið ekki að gera það? Já, þú veist, tíminn til þess að
spyrja, þú veist, eða biðja reyndar löngu búin. Við höfum til dæmis lesið bara þá staðreynd að innflytjendur hafi reyndar beðið svolítið lengi til þess að fá einhvern, þú veist, fulltrúa árið svona 2001 hafa innflytjendur líka lagt fram svona, þetta var, þú veist, tillaga til að skipuleggja stöðu einhvers konar, þú veist, kannski ráðherra innflytjenda eða fulltrúa innflytjenda hjá Alþingi eða hjá umboðsmaður innflytjenda. Já, umboðsmaður innflytjenda nákvæmlega. En það ekkert svoleiðis. Það ekkert svoleiðis nákvæmlega. Og innflytjendur eru óvinni margir í Íslandi, það eru óvinni margir sem búa í Íslandi sem eru ekki með ríkisborgararétt. Já. Það er meira en á Norðurlöndunum. Nákvæmlega. Meðal annars að því að það tekur svo langa tíma að fá ríkisborgararétt þetta, en líka vegna þess að fjölgun innflytjenda hefur verið mjög á Íslandi af undanförnum árum. Ekki þetta árið, samt. Nei. Þú veist, og málið að þú veist, maður verður reyndar að bæta kerfið til að taka á móti innflytjendum því það svo lítið í boði, þú veist, það svona ráðgjafarstofa, þú veist, New in Iceland sem veitir einhverjar upplýsingar, en annars ekki hægt að nálgast þessum upplýsingum. Útlendingastofnun frekar gagnlaus í þessu. Það ekki mikið af fólki. Hún til að stoppa innflytjendur, ekki til að hjálpa þeim. Já, þú veist, og starfsmenn eru bara fámennir, þú veist, og geta stundum ekki bregðast við þessum fjölda innflytjenda náttúrulega, og það verður bara að bæta kerfið, ekki herða reglurnar eða lögin eins og dómsmála ráðherra lagði fram. Hann að tala að flóttamenn sem að sækja hingað séu eiginlega, við ráðum ekki við það lengur, húsnæðiskerfið, heilbrigðiskerfið, menntakerfið, öll kerfin okkar séu bara Já, þetta snýst flóttamenn og hælisleitendur núna, en þetta getur verið þú veist, okkur hína innflytjendur á morgun. Ég spurði svona neikvæð viðbrögð við því að þið var að gera kröfur, en fenguð ekki ykkur jákvæð viðbrögð við þessu framtaki? Við höfum því miður ekki fengið mörg svar frá fjölmiðlum, sem sagt það væri bara frábært. Stjórnmálafólki, já, við höfum fengið nokkra tölvupósta frá stjórnmálafólki sem vil gjarnan kynnast okkur og kannski taka þátt í þessu, og það voru nokkrir einstaklingar sem vilja líka taka þátt í þessu. Það innflytjendur, þeir vilja koma og taka þátt í baráttunni með ykkur. Já. Og þið ætla að halda áfram? Já. Já. Já, bara stofna, þú veist, kannski samtökin formlega, því núna erum við bara nokkrir einstaklingar sem eru mjög ósáttir við kerfið. Já. En planið að halda áfram að gera þetta betur, að þú veist, sækja kannski styrk einhver staðar og líka fá ráðgjöf frá svona fagaðilum sem hafa kannski tiltæka reynslu á þessu. Herðu, gangi ykkur vel með það. Það gott samfélagi mótað að virkri baráttu borgarana. Það það sem að Rússlandi vantar. Það vantar fleiri öflur í þáttöku. Herðu, þótt að sé langt liðið á kvöld, að þá ætlum við að halda áfram hérna við Rauðaborðið. Hérna eftir örskamastund kemur hann Brynjólfur Þorvarðarson, og það Karl Héðinn sem ætlar að ræða við hann. Þeir ætla að fara með okkur til Eþíópíu, þar sem stríð og kannski einhver leyti gleymt stríð. Þannig að þið fá að kynnast stríði hér eftir örskamastund.
Já, komið sæl, við erum með Brynjólf Þorvarðarsson, hann ætlar að segja okkur frá þessu stríði sem búið að geisa núna í Eþíópíu síðan, hvað það, 2020 sem það byrjar, þetta stríð? Já, það byrjar 4. nóvember 2020, daginn fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum og þetta búið að standa núna að verða 2 ár og hefur gengið gegnum nokkra bylgjur og þessi síðasta bylgja hófst fyrir mánuði síðan og eiginlega bara alveg í kyrrþi, það nánast enga fréttir sem að berast af þessu erlendis. Það alveg ótrúlegt, kanntu einhverja skýringu á því hversuna það að við heyrum ekkert þetta? Já, sko, mín skýring sú að þegar að stríðið byrjar að þá veðja Vesturlönd og vestrænir fjölmiðlar á rangan hest. Þeir styðja rauninni uppreisnarmennina sem hefja stríðið og sá stuðningur hefur verið að fjara út og alveg greinilegt að Bandaríkjamenn til dæmis eru að reyna að snúa við og styðja núna Eþíópíu stjórn. Margar Evrópuþjóðir gera það sama og fjölmiðlar hafa kannski mist þráðinn. Það þeir verið að segja fréttir af svona átökum í stríði og öðru slíku, þá dálítið mikilvægt að fréttin falli inn í einhvern sögutráð, einhvern skiljalegt samhengi. Og hvort sem að það svo satt eða ekki, það er kannski aukaatriði og ég náttúrulega átti ekki von á því á gamals aldrei eftir að búa í landi sem að væri í stríði, en kannski það sem komið mest á óvart í þessu stríði hvað fjölmiðlar hafa almennt haft nákvæmlega ekki hugmyndum út á hvað þetta stríð gekk og sagt allur fréttaflutningur hefur verið svo á skjön við raunveruleikann og fjandsamlegur. Þannig er Eþíópía að berjast fyrir tilveru sinni bókstaflega og Bandaríkjamenn, NATO-ríki, vestrænir fjölmiðlar skipa sér í flokk andstæðinga þeirra sem að reyna að eyðileggja landið. Þeir sjá það ekki þannig náttúrulega, en það þannig sem að við sjáum það innanfrá og sem að hefur valdið gríðarlegum vonbrigðum meðal Eþíópíubúa. Þeir vilja ekki vera í liði með Rússum eða Kínverjum, þeir vilja eiga friðsamleg samskipti við allar þjóðir, en þegar að Bandaríkjamenn beinlínis skipa sér í flokk gegn þeim, þá er það sárt. Já, einmitt. Ef við fáum upp mapp 1, þá getum við séð hvar Eþíópía er. Hún er neðarlega við Somaliland og þarna. Og Eþíópíu var stjórnað, var það frá 1980 til 2018? 1991 til 2018. Er Eþíópíu stjórnað af samtökum sem kallast TPLF, sem á að þýða Tigray People's Liberation Front. Og Tigray er þjóðabrot í Eþíópíu og þessi TPLF samtök segjast berjast fyrir hagsmunum þeirra. Þú segir að Tigray sé þjóðabrot, Tigray er fylki í Eþíópíu. Þegar að TPLF kemst til valda, það var borgarastríð búið að standa áratugum saman, 30-40 ár. Mest voru það Eritreamenn sem vildu fá sjálfstæði, voru áður ítölsk nýlenda og töldu sig vera aðskilið land frá Eþíópíu og berjast fyrir sjálfstæði. Og síðan TPLF kemur inn í þessa baráttu nokkuð sinn, en þeir semja stjórnarskrá saman. Leiðtogar TPLF og leiðtogar Eritreamanna, þeir semja stjórnarskrána sem tekur svo gildi 94, 93 líka til. Og þar er landinu skipt upp eftir þjóðernum, að því sagt þetta er bara hrein marx-lenínísk stjórnarskrá, þetta er ekki beint upp úr ritum Lenins. Og samkvæmt stjórnarskránu þá geta öll fylki lýst yfir sjálfstæði ef meiri hluti íbúa samþykkir í atkvæðagreiðslu. Svipað var í Sovétríkjunum. Já, akkurat. Og Eritreamenn gera þetta, enda stjórnarskráin samin fyrir þá. En sko, þjóðernisskiptingin var svo mjög hálfkáruð því að hálftígræska þjóðin er í Eritrea. TPLF bætti svo við landsvæði sem að Amharamenn segja tilheyri sér. Og svo er alls ekki ljóst mjög víða hvaða þjóðarbrot væri meirihluta á hverjum stað. Þannig að má eiginlega segja að TPLF hafi samið þarna stjórnarskrá sem að skipti landinu upp eftir þeirra
forsendum svo þeir geti stjórna landinu og þeir gerðu það sko bak við tjöldin en í raun þá stjórnaði landinu fram að lýðræðisbyltingu 2018 það er þegar ég kem fyrst til landsins þá þessi lýðræðisbylting nýafstaðin og þá þvílík gleði meðal fólks að losna við þessa glæpamenn úr ríkisstjórninni og en fólk óttaðist þá og óttast enn og þeir fara heim í hérað og byrja hernaðar uppbyggingu og það vissu allir að það myndi vera stríð, það stemdi í stríð og menn óttust að þeir myndi vinna stríðið aftur og þeir héldu það sjálfur þeir voru með, þegar þeir byrja stríðið 2020 þá segjast þeir sjálfur vera með 250.000 manna her og sambandsherinn á þeim tíma 70.000 og hálfur sambandsherinn var í Tigray vegna þess að það var alltaf búið að vera langandi stríð við Eritreju sem var nýbúið að semja frið. Sem lítið ríkið þarna fyrir ofan Eþíópíu. Já, sko rauninni ströndin sem að Eþíópía hafði þegar ég var ungur, þá náði Eþíópía sjó. Og þessi strandlengja það sem við kallum Eritreju í dag, gríska og þýðir Rauðahafið. Nú misti ég þráðinn. Já, þú varst að segja okkur frá hvernig sambandsherinn var mun minni en TPLF hann í byrjun stríðs 2020. Sko það var sambandsherinn 70.000 manns, líklega helmingur eða rúmur helmingur staddur í Tigray og megnið af þungavopnabúnaði hersins líka í herstöðum í Mekelle, höfuðborg Tigray-fylkis og svo upp í landamærina Eritreju. Og aðfaranótt 4. nóvember 2020 þá klippir TPLF á öll samskipti heiminn og ræðst á þessar herstöðvar og mannfall þá nóttina gæti verið sko jafnvel 10.000 manns, það ekki gott að segja þetta svona áætla út frá viðtölum við lækna á sjúkrahúsum en þetta hefur verið blóðug nótt. Já, það var svona blóðug nótt en það vissi enginn af þessu, það vissi enginn að væri byrjað stríð einhverjum tókst að flýja til Eritreju en TPLF tekur hann að gísla allavega 10.000–15.000 manns og allan þungavopnabúnaðinn og hefðu átt að geta rölt til Addis. Þeir trúðu því sjálfur að þeir myndu bara geta marserað til Addis og tekið völdin í landinu, en það var það tilgangurinn. Það er mikill misskilningur sem að maður séur ofta að þeir hafi byrjað þetta stríð til þess að öðlast sjálfstæði, en ef þeir fá sjálfstæði þá hafa þeir tapað. Það er alls ekki þeirra markmið. Þeir vilja endurheimta völdin í landinu, steypa núverandi ríkisstjórn. TPLF hafði verið að stjórna Eþíópíu í alveg áratugi og svo þessi lýðræðislega bylting og maður sér að þessi forsætisráðherra sem tók þá við og hann var lofaður í vestrænum fjölmiðlum fyrir að vera að koma inn með breytingar á stjórnkerfinu sem voru góðar að okkar mati. En svo rís þessi TPLF her upp og byrjar árásir en þú ert að segja okkur að hann í staðinn fyrir að berast bara fyrir sjálfstæði á sínu svæði að þá fór hann í árás gegn Eþíópíu. Það vakti aldrei fyrir þeim að Tigray yrði sjálfstæð. Ekki nema, sko þeir hafa sumir leiðtogar TPLF hafa stundum talað sem þeir kalla stór Tigray sem að væri þá hálf Eritrea, núverandi Tigray og bróðurparturinn af Amhara-fylki. Það telja þær vera sko land sem gæti staðið undir sér. En Tigray, sko ef að þeir myndu óska eftir sjálfstæði núna, þá held ég að Eþíópía myndi bara samþykkja það, vera lausir við það. En þá var það líka búin að tapa. Og eitt af því sem það var náttúrulega vopnahlé núna og friðarviðræður var verið að reyna að koma friðarviðræðum í gang núna síðasta hálfa árið. Og ég hélt því alltaf fram að þetta var bara þykist að það var hvorugur aðilinn reiðubúinn til að semja frið. TPLF, ef þeir höfðu samið frið, þá var þurft að viðurkenna ríkisstjórnina og markmið stríðsins, þau eru búin að missa 500.000 manns í stríði til þess að fella ríkisstjórnina. Það þá ekki friður að semja við ríkisstjórnina heldur uppgjöf. Og ríkisstjórnin vissi þetta líka, þetta var bara skripaleikur þessi friðarviðræður. En sko, þeir töpuðu þessu fyrsta stríði sínu, þeir hófu þarna stríð og héldu myndu vinna leið, en þeir voru með svona dálítið eins og Rússar í Úkraínu, þeir treystu á hefðbundin herafla gegn
Eþíópíu her sem var í laumi búin að koma sér upp drónasafni. Þau hefði keypt dróna eftirlíking af Predator drónunum bandarísku og komið sér upp drónamiðstöð, bara vissi þetta ekki nokkuð maður utan ríkisstjórnarinnar. Og síðan að fylkisherir eru löglegir í Eþíópíu og amharíski fylkisherinn var orðinn mjög öflugur og var talin vandamál áður en stríðið byrjaði. Það var Eþíópíustjórn var að reyna að bæla þá niður, en þetta er svo mjög öflugur bandamaður í þessu stríði. Og svo kemur Eritrea hér mjög sterkt inn í dæmi líka. Og náttúrulega frá Eritreumönnum séð, þá TPLF stærsta ógnin við þeirra eigið öryggi. Þannig að það er skiljanlegt að þeir vilji vera skipta sér að. Þannig að TPLF tapar stríðinu raun á 1,5 mánuði. En þeir vinna friðin, ef maður getur sagt það þannig, að næsta hálfa árið þá logar Tigray í uppþotum, óerðum að ráðist á herinn, og herinn náttúrulega verulega laskaður. Það getur bara sambandsherinn verið í Tigray, fylkisherinn frá öðrum fylkjum geta ekki verið þar, það er brot á stjórnarskrá og pólitískt óásættanlegt. Ég veit ekki hvort þið getur séð eitt af kortunum, nærkortunum. Já, sóknin sem var í sumar meinar eða, nei, staðan eins og Já, staðan bara eins og núna. Map 3, Hér sjáum við kort, þetta er í Eþíópíu, norðarlega sjáum við svæði TPLF. Já, ég merki hann á rauðmerki, svæði sem að TPLF hefur verið með yfirráða svæði, núna síðasta hálfa árið cirka, og það nær aðeins út fyrir mörk Tigray, sérstaklega hann að suður endanum, en vestur hlutin sem er blámálaður eða blálitaður, hefur ekki verið á valdi TPLF manna frá byrjun stríðs, og það þýðir að TPLF er umkringt, þeir hafa hvergi aðgang að vinveittum ríkjum og þeir hafa reynt þessi 2 ár að endurheimta þetta svæði og þeim hefur ekki tekist að enda er meirihluti íbúa þar Amhara, þeir eru ekki Tigray. Þú varst að segja mér áðan hvernig þeir eru að fá inn fleiri hermenn, af því að maður er kannski stuðningurinn ekkert gríðarlega mikill við þessi TPLF samtök, en þau eru einhvern veginn að fá inn alltaf fleiri og fleiri hermenn. Þegar það er amerísk stúlka blaðamaður Hermela Aregeva sem er, móðir hennar er fædd í Tigray, hún er nú sjálf fædd í Bandaríkjunum. Móðir hennar, sem hann dóttur með hvað heitir, hún hefur lengi barist gegn TPLF og gagnrýnt á fyrir mannréttindabrot og sérstaklega brot gegn kvenfólki og tala nauðgunarmenningu og hreinlega börnum sem rænt, nauðgað og drepið af yfirmönnum, heldur hún fram. En hún áætlaði að fyrir stríð nytu þeir kannski stuðning þriðjungs íbúa Tigray, en síðan gerist það náttúrulega í stríðinu að þeir þjappa sinni þjóð sig, þeir stjórna allum samskiptum, allum fjölmiðlum með mjög öflugt stjórnmálaapparat og þeir safna þjóðinni þjappinni í kringu sig og það eru 50 sýslur í Tigray og þeir settu fram kröfu, hver sýsla átti að skila 5.000 manns í herinn. Þannig að það hefði gert á 250.000 manns aukalega umfram það sem þeir voru með í upphafi stríðs. Og voru þeir með hótanir ef þessum kvóta er ekki uppfyllt? Samkvæmt því sem að flóttamenn segja og samkvæmt því sem að til dæmis prófessor í Kanada, Ann Fitzgerald, sem er sérfræðingur í alþjóðaöryggismálum, hún hefur rannsakað þetta mikið. Og já, þeir beita hótunum, fólk er stungið steinin eða neitar, götubörn og ungt fólk sem sést á götu er bara tekið og sett í herinn. Og fjölskyldur í borgum sem geta ekki framleitt sinn eigin mat, þær fá ekki mataraðstoð nema leggja fram mannskap í herinn. Og síðan beitar þessari aðferð sem er kallað human wave tactics, var nú síðast beitt af Íranum gegn Írakum í Íraksstríðinu og gengur að lóta það og safnar saman mjög miklum fjölda, gefur lágmarksþjálfun og lágmarksvopnabúnað og rekur og síðan undan þeir í árás. Hrindi þeim áfram og þó þessu illa vopnaðir og allt. Og þetta er svo sótt sem þeir eru með þarna. Eitt er þetta náttúrulega ráða, þeir eru að manna herinn og þeir beita þessum aðferðum til þess, flytja fólk í þjálfunarbúðir, síðan þarf að flytja
liðið á staðinn og kíkjum hana myndina hann sem heitir trukkar, hana tístuð frá það er hinn Sameinuðu þjóðanna. Þetta hanna. Þetta birtist hann í september í fyrra og þarna þetta sko UN Ethiopia, þetta sem sagt starfsmenn Sameinuðu þjóðanna í Addis Ababa sem að kvarta yfir því að alþjóða matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna sem að keyra þarna matvæli inn í Tigray. Yfirráðasvæði TPLF. Já. Að yfir 400 af þessum vörubílum hafi ekki skilað sér aftur. Og áður en upp á staðið þá var yfir 1000 vörubílar sem að bara hurfu og hafi ekki enn komið í leitirnar. Það veit enginn hver þeir eru eða bílstjórarnir. WFP, sem sagt alþjóða matvælastofnunin, hún kvartaði aldrei, sú stofnun kvartaði aldrei. Þessi vörubílar eru að keyra frá birgðastöð út í miðri eyðimörk og það er engar vörubílabúðir hana. Hvernig geta þeir verið með yfir 1000 svona vörubíla tiltæka til þess að láta á hverfa inn í Tigray? Þetta var í rauninni hneyksli. Það er allt sem bendir til þess að aðilar innan Sameinuðu þjóðanna hafi komið þessi í kring. Hvernig getur annars skýrt það að út í miðri eyðimörk í landi sem hefur hvergi aðgang á sjó getur mist yfir 1000 svona vörubíla á 2 mánuðum? Og engar ekki talað þetta frá yfirvöldum Sameinuðu þjóðanna sem að þau hafa ekki kvartað, ekki sagt neitt opinberlega, en svo hinn myndin sem við byrjaði með hana, hinn trukkamyndin, að þarna eru trukkanir. Þarna verið að flytja sko mannskapinn í sóknina og þessir vörubílar keyra þarna, hvað þetta, 30-40 manns á hverjum palli, 1000 bílar og komið með nokkuð mikið lið í hverju ferð og þetta er ekki langt að fara, þetta er kannski 50-100 kilometrar og það sem að þessir trukkar gerðu var að svo stáluður þar sem þeir ráðast á út fyrir Tigray, svo stelar allir sem ég geta og hlaða trukkana að gera það heim og svo sækja svo næstu bylgju af fólki. Þetta er mjög vel skjalfest en þarna sko að þessi TPLF-liðar þeir eru þarna að hegða sér eins og algjörir barbarar, brjóta mannréttindi hægri og vinstri og það segir ekki nokkuð maður neitt. Þeir eru aldrei gagnrýndir. Það heyrist ekki múkk frá Sameinuðu þjóðunum. Amnesty hefur birt skýrslur. Þeir tala að í fyrra sumar þá sé eitthvað 10.000 hópnuganir og milli 10 og 20.000 sem voru teknir á lífi. Það eru nokkur fjöldamorð. Amnesty hefur rannsakað þetta og þessi skýrsla er til, en ekkert frá Sameinuðu þjóðunum. Sko, það er nefnilega málið að TPLF nýtur stuðnings innan valdakerfa víðsvegar eftir að hafa verið í ríkisstjórn í 30 ár. Þá eiga þær vini og kunningja út allt og þú sér að yfirmaður alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar er TPLF-liði og hefur beitt alþjóða heilbrigðisstofnuninni óspart í þeirra þágu. Hann var yfir pyntingunum í svarta tímanum hann milli 2010 og 2018 þegar að TPLF hegða sér hvað mest. Þá var hann heilbrigðisráðherra og pyntingastöðvarnar og fangelsinnar sem fólk hvarf, það var undir hans stjórn. Það er rosalega ásakanir eitthvað sem að þyrfti að kanna. Já, hann hefur verið ásakar þetta opinberlega af fleiri en einum og menn hafa reynt að draga, krefjast þess að hann verið dreginn fyrir mannréttindadómstól. En það gerist ekki. En sjáðu sko að þegar svo núverandi stríð byrjar, bylgja, fyrir mánuði síðan, þá byrja TPLF menn á því að stela 12 bensínflutningabílum frá 12FP og 570.000 lítrum af eldsneyti. Það er bara það sem við byrja á fyrsta daginn. Þá leið mótmælt. Það var búið að skipta stjórn, það var búið að skipta allan mannskap í Sameinuðu þjóðunum í Eþíópíu vegna þess að það var svo augljóst að það var verið að beita Sameinuðu þjóðunum í þágu TPLF og innabúðar átökum en það var bara hreinlega hreinsað út. Þannig að þetta skiptið þá var kvarta alveg leið opinberlega, en svo spyrja með sig af hverju voru 12FP með 570.000 lítrar af eldsneyti tilbúna til að láta stela, þú veist. Eitthvað grugguð í gangi en þú sýndir með myndband aðan sem sýnir þessar, hvað kallar það, mannflóðs mannbylgjuárásir, þetta er mjög merkilegt myndband, þetta er frá því núna 25. 7. ágúst eitthvað svoleiðis og þetta er svona cirka 2000 manna lið. Þarna er TPLF sko, þeir eru ekki lengur með ökutæki
þeir eru ekki með neinn þungavopn, þau koma gangandi í þessum hópum, 2000 manns kannski í hverjum hóp sem eru svo sendur að stað fótgangandi. Stríðsfangar hafa verið að lýsa því að þeir hafi gengið 3 daga, þau eru vistalaus, sumir eru með plastpoka með einhverja vistir og það fyrsta sem ég gerði, þeir náðu að hertaka einn bæ og þeir gengu milli húsa og snýttu mat og svo gáfust upp daginn eftir. Og þetta mikið fólk sem hefur verið neytt inn í herinn hjá TPLF. Ef við horfum á myndbandið núna, ég held að heyrist. Pröfum það. Já, þarna eru börn augljóslega undir 18 ára aldri sem eru náttúrulega stríðsglæpir. Já, og það er margbúið að staðfesta þetta. Og síðasta sumar þá birtust myndir í bandarískum fjölmiðlum af börnum að marsera og það fannst bandaríkjamönnum bara flott. Nú? CNN birti myndir Já. Og talaði plucky youngsters. Í frelsisbaráttu sem sagt, það var svona hvernig þið settu þetta upp og íbarast það. Þetta er náttúrulega augljós stríðsglæpur. Og eins og settir inn á myndbandið að þá er ekki allir með byssur. Og það er hérna, þeim fjölga börnunum eftir sem aftar drefur. En sko ég merki þarna bara þau börn sem eru augljóslega undir 18 ára aldri. Það er mjög margir þarna sem eru 15, 16, 17 ára. Það getur verið erfitt að sjá það nákvæmlega sko. Já, en ég eins og aðrir Íslendingar hefur náttúrulega verið að fylgjast með fréttum frá Afríku áratugum saman. Núna býja í Afríku og þetta fólk sem að sest þarna á þessu myndbandi, þetta er fólk sem er að mæta dagstaglega, þetta er sama fólki, þetta er sömu andlitin. Þetta er eins og Íslendingar bara að horfa á Íslendinga marsara, þetta gerir hlutina miklu raunverulegri fyrir mann. En svo er hérna sko annað myndband þarna sem að það er hersauki í TPLF-er, útvarpsupptaka og ágætt að hlusta hana. Þarna skjótið, það ekki? Já, ég kíkjum á það. بلوة تقراي زغنا كلن تقراي زي وجه ضاين بلوة بتيس قبل يا راي سان عمي سان عادي وجه تعلي بلوة بتيجي لك الله بلوة مرحبا بلوة زي قال عالم يا بلان ما توري عندي زلك خزلة تموت او خمس الله ريوه زي مالتي زي كوين نايلم يمكم خمس الله لا نقرت ولا شيء بلا علم من يلا Þetta er hersöðingi sem er að segja liðum sínum að skjóta hermenn sem er að hörfa eða. Já, og þannig virkar mannbylgju hernar. Hefðbundir hermenn eru þjálfaðir til þess að þola kringumstæður í bardaga. En þetta fólk hefur kannski fengið 2 vikna þjálfun og flýr eða reynir að gefast upp. Og Eþíópíu hefur verið að lýsa því sko að eitt af stóru vandamálunum hjá þeim er að reyna að forðast að drepa á marga, að reyna að hleypa fólki gegn þannig að það geti flúið, en á sama tíma að reyna að stöðva sko alvöru bardagarsveitir sem eru þá á eftir. Þetta er allt Eþíópíubúar. Það er ekkert markmið Eþíópíu stjórnar að vera að drepa eigin borgara. Nei, ég mynd sérstaklega að þetta eru borgarar sem eru nittir inn í þetta. Plataðir og nittir, já. En allavega staðan í dag er svo að það fréttist sára lítið af hvað er að gera þannig, en það er ljóst að Eritreamenn eru að sækja mjög skarpt inn í landið og inn í Tigray, segi ég, og norðri, og Eþíópíu stjórnarherinn er að koma inn úr vestri. Í austri er hérna meira svona verið að halda í stöðunni og svo eru miklu bardagar í suðurhluta landsins, suðurhluta fyrir Tigray fylkis. En það er náttúrulega að koma mjög lítið að halbarum fréttum, en það hafa verið svona áætlað að það geti verið 500.000 manns í allt sem er að berjast núna og að mannfalli þennan mánuð sem 150.000 manns og ef þú berð það samanvillum það sem er að gerast í Úkraínu þá er náttúrulega þetta er stórstyrjöld, en það hefur engin áhuga, sko Eþíópíustjórn er fegin svo lengi sem að enginn sýnir þess áhuga, því að allur sá áhugi, allur sá fréttaflutningu sem hefur verið af ástandu þarna hefur
verið gegn Eþíópíustjórn og þannig stundum tala að blaðamenn að gæta hlutleysis og segja frá báðum hliðum en þegar verið að segja frá stríði í Afríku þá nóg að segja bara frá annarri hliðinni og hún er fellur inn í svona dálítið menn segja það í Eþíópíu það svona einhver rasismi þannig í gangi að ef eþíópísk ríkisstjórn þá hlýtur hún að vera vond og á móti eigin íbúum og svo trúa mann öllu illa upp á það en það sem að mér langar eiginlega líka bara að segja að það sem hefur gerst í Eþíópíu þessi ár sem ég hef verið þar núna frá 2018 að þjóðin hefur þjappað sér alveg gríðarlega saman. Það voru deilur og læti og menn að rífast þjóðarbrotin Amhara og Oromo sem eru þriðjungur hvor oft stutt í að þeim lendi saman en menn eru bara miklu meira núna að tala að þessu Eþíópíubúar heldur en að þeir tilheyri einhverjum þjóðarbrotum. Það er verið að styrkja þjóðarkennd Eþíópíu og efnahagslega séð það er hagvöxtur, það er góður hagvöxtur, 6% líkast á þessu ári. Stríðið er náttúrulega mjög eyðileggjandi en það nær ekki nema yfir cirka 10% af landinu og innan við 10% af íbúum. Þetta er mjög fámenns svæði sem eru þannig í norðurinu. Öll landbúnaðarsvæðin og þéttbýlustu svæðin eru sunnar. Og mikil aukning í landbúnaðarframleiðslu hjá þeim. Og svo náttúrulega stíflan mikla sem verður að reisa. Þannig að verði eins og 8 Kárahnjúkavirkjanir þegar hún er búin. Og við kannski fáum að sjá einmitt þarna mapp númer 1 og þetta er kannski ástæðan fyrir því að það er svona lítið fjallaðmynd á af hverju fjölmiðlarnir hafa verið svona einhliða að því að þetta eru gríðarlegir hagsmunir fyrir hvað það heimsveldi sem að annarkvort fara með að senda skip þarna gegnum Suez skurðin og svo hvað heitir skurðurinn hann niðri sem er náttúrulega bara sami skurður í raun að leiði gegn og TPLF var alltaf eða ekki nánur stuðningsmaður eða bandamaður Bandaríkjanna. Jú, þeir spiluðu dálítið þessa rullu að þeir einir gætu haldið friðinn en á sama tíma eru þeir að efna til stríðs í allar áttir. En jú, þeir tryggðu það að Eþíópía var í upplausn, að Eritrea gat ekki þrifist vegna stríðsástands og voru mjög öflugir bandamenn Bandaríkjamanna þrátt fyrir að vera marx-leninistar að upplagi. Það er ótrúlegt. Þegar Obama, hann kemur hann á 2012, kosningarna 2010, þeim var stólið. Það stemdi allt í það að TPLF myndi tapa. Það hefðu verið lýðræðislega kosningar tvisvar og TPLF voru vinsælir. Forsætisráðherrann sem var Meles Zenawi, mjög merkilegur maður, hann var bara mjög vinsæll og mjög duglegur að efla tengsl við ríkisstjórnir allan heim. En 2010 þá er fólk búið að fá nóg af þeim og vill bara aðra stjórn og þeir eru að tapa kosningunum þegar talning var stöðvuð og svo bara sama bara í Borgarnesi það birta með bara einhverja aðra tölur eftir að hafa fundið atkvæði einhvers staðar. Það brýst ekki blikuna, það bara sett eitthvað stopp á þetta. Og það er þá sem að þessi ógnarstjórn byrjar, Zenawi hann deyr svo stuttu seinna en þeir eru þá það sem að er innan ríkisstjórnarinnar, þeir eru með fjórflokk sem að mynda ríkisstjórnina og TPLF er einn þessara 4 flokka og þeir halda völdum gegnum það að þeir byrja sem reynslumestu og öflugustu af þessum samtökum sem að voru að berjast fyrir ríkisstjórn, kommunistastjórninni. En þeir missa það forskot smátt og smátt innan ríkisstjórnarinnar en halda hins vegar fjármálaráðuneytinu, hernum, lögreglunni, öllu öryggiskerfinu. Þeir eru með það algjörlega á sínu valdi. En síðan er kynslóð fólks sem að bara eins og við, er reynda nokkuð yngri en ég, en fólk sem hefur ekkert sjálft barist í stríði, sem hefur engan áhuga á því að standa þessu endalausu vesinni, vill bara nýtt nútímalegt land, lýðræði. Sem Eþíópía er að verða undir þessum nýja forsætisráðherra eftir þessa lýðræðislegu byltingu. Og þeir sem sagt sá forsætisráðherra sem tók við af Zenawi, hann reyndist að vera á þeirra bandi og segir af sér akkurat á réttum tímapunkti og þá er búið að mynda meirihluta gegn TPLF fyrir ríkisstjórninni í fyrsta skipti í 27 ár og þeim er ríkt út.
Og það þessi lýðræðisbylting og síðan þá búið að stórauka landbúnaðarframleiðslu og þeir eru núna að vera sjálfsins nógir matvælaframleiðslu. Í fyrsta skipti, ég veit ekki bara, á nútíma það. Já. Og hagvöxtur góður og ofboðslega mikil trú á framtíðina. Þetta svo mikið, þetta iðar alltaf lífið þarna og menn bíða bara eftir því að þessum glæpamönnum í TPLF verði hreinlega komið fyrir kattanef eða stungið í steinum. Og sérðu fram á að stríðið muni halda áfram lengi í viðbót eða þetta svona? Nei, ég held að það sé bara alveg við það að klárast. Mig grunar að þetta sé spurning nokkra vikur. Ef ekki, þá myndast ný pattstaða en nei, það bendur alltaf þess að þetta sé bara að klárast. Og þetta bara svona fjari eiginlega út í svona hugum almennings. Það allir búin að gleyma þessu stríði. Við vonum það. Brynjólfur, takk kærlega fyrir að koma hingað og við getum vonandi greint aðeins betur frá þessu stríði einhvern veginn eða vonandi líka bara fjölmiðlar almennt fara að vakna aðeins fyrir þessu og fara að greina aðeins frá þessu en takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Þetta eru stór fregnir. Og takk fyrir að hlusta á í kvöld. Við fórum í fyrsta skipti yfir 2 tímana en tilefnið var gott þannig að við bara látum það liggja þar og ég minn ykkur á að þið getið stýrt samstöðuna á alþýðufélaginu.is og við hvetjum ykkur til að fylgjast með á morgun. Takk fyrir. Já.